Já, velkomin að Rauðaborðinu á mánudagskvöldi, snemma sumars, get ég sagt. Það var ekki sama góða veður og var í síðustu viku, en það komið sumar, það augljóst. Það margt í boði í þættinum í kvöld, þau eru hérna með mér eiginlega, allir dagskrárgerðarmenn samstöðunar, María Lilja, Oddný Eir, Björn Þorláks og Sigurjón Magnús. Herðu, hérna aftast í þættinum að þá kemur hljómsveit Þokkabót, sem var vinsæl hljómsveit þegar við vorum ungir, áður sem fæddust. Eða hvað? Já, ég sennilega svona 5 ára, eitthvað sluðs, þegar þeir spila fyrst í útvarpi. Og þeir voru reynda með lag sem að náði til 5 ára, litlir kassar og lækja bakka sem ennþá sungið í leikskólum. En þeir fengi ekki alltaf að spila í útvarpinu því að textarnir þeirra voru svo hættulegir, þeir voru svo vinstri sinnar og róttækir og Mogginn skrifaði ekki kritík plötuna þeirra því að þeir voru svo hættulegir. Og þetta var mér langaði til þess að kynnast þessari pólitísku sögu hljómsveitarinnar. Þannig að ég bað þá sem væru til í að koma og ræða hana við mig að koma hingað að Rauðaborðinu. Og þeir sem að spjalla við mig í dag, ég þannig að fletta þessu upp, Lárus Halldór Grímsson, Ingólfur Steinsson og Halldór Gunnarsson. Vantar Magga Eiríks? Já, vantar hann. En hann var ekki allan tíman í Þokkabót eða eitthvað? Nei, ég held nú ekki, ég er nú ekki sérfræðingur í sögunar. Ég veit að Þokkabót gátt 4 plötur, hann var á þeim teimu fyrstu. En þetta er ótrúlegt name-drop sem í kringum þessar hljómsveit, Eggert Þorleifsson, hann var svona rosalegur flautuleikari og hann var hann í hljómsveit. Þetta var svona hippa, Rosalegur flautuleikari. Jó, þetta var flott sveit, ekki gera ekki. Nei, og þetta var mjög skemmtilegu tími þegar tónlistarmenn voru pólitískir. Og þetta var, ég hef verið að velta fyrir mér þessum tíma að einhver leiti var það þannig að það bara mátti meira og þegar þú varst ungur að þá einhvern veginn láða í loftinu og þú ætti bara að gera það svo vildir og það var eiginlega bara að skylda þig að gera það, að breyta heiminum og gera eitthvað óvænt og ég hef einhvern veginn svona grunum að ungt fólk í dag upplifir ekki alveg svona þetta frelsi. Er það cancelkúltúrin þá sem að hefur? Nei, bara svona álag á því að þú verður að taka réttar ákvarðanir annars bara sprautast út úr samfélaginu og þú mátt ekki segja eitthvað vegna þess að það er alltaf verið að fylgjast með þér og þú kannski sækir vinnu seinna og það fær ekki vinnuna því að þú varst með eða móti ykkur öðru og þú fær ekki að fara til Bandaríkjanna ef að þú, ef þeir halda þú sért kommunisti eða sósíalisti eða bara feministi eða trans eða styðjir frjálsa Palestínu. Það má nefna í þessu samingi hljómsveita írsku rappljómsveitina Níkap sem hefur núna verið kyrrsett af Keir Starmer bara í Írlandi. Hann beitti á þá hryðjuverkalögum vegna þess að þeir hafa að tala máli í Palestínu núna. Og eru þeir fastir í Bandaríkjum? Nei, þeir eru fastir í Englandi, á Bretlandseyjum. En ég hveti ykkur til að hlusta á það, bæði út af þessu að það eru góði textarnir þeirra, svo er líka eitthvað brjálæðislega fyndið að heyra rapp á írsku. Það er bara svo fyndið, þetta tungumál. En varðandi hljómsveitamennskuna þá líka falla þarna dálítið skemmtilegur finnst mér. Vitið þið hver lykillinn er að því að ná góðum árangri og vitið þið hver lykillinn er að góður í hljómsveit? Það er að hlusta á það sem hinir er að gera. Samhljómur svona. Það er svolítið svo að vera hérna í stúdíunum, maður verður að heyra hvað viðmælandi segir. Ég ætla að segja þetta líka þetta með að það veri frjálsara þá, ég held að það sé kannski ekki alveg, ég meina ungt fólk vill alveg gera eitthvað svolítið crazy núna líka, en það er bara þetta byrjaði munið þegar var alltaf að tala hvort það veri gott fyrir CV-ið eða ekki CV-ið. Það var svona það sem var sagt. Þetta er nú bara gott fyrir CV-ið og þetta er svona þessi hugmyndunum að vera að gera eitthvað til þess að byggja upp eitthvað frama, vera markviss í sem síðan einmitt komin út í svolítið hættulegt allt í hennu núna að þú veist, það er ekki gott fyrir CV-ið að fara á mótmæli og... Það er svona í jaðarpönksina hérna á Íslandi núna, hún er alltaf að verða svona stærri og stærri og skemmtilegri og fjölbreyttari einhvern veginn, en það er svona, þau hafa verið að tróða upp fyrir No Borders og eru með festival núna í júní eða júlí. Ég vissum að einhverju sem voru í Þokkabót eða tónleikunum hjá þeim hefðu getað sagt að þú átt aldrei að gera neitt sem er gott fyrir CV-ið þitt. Gerðu bara eitthvað annað. Það er það sem ég er að vísa. Til þá, við notuðum ekki CV þá. Nei, þá þekktust. Við ræðum undir lok viðtalsins aðeins nútíman versus þeirra tíma og það er ein skoðun sem við deilum á samtímanum. Við hötum autotune.
Autotune. Herðu, áður en að þú ferð í stúdíu hérna þokkabóta þá ætla ég að hringja norður, tala við Hilmar Þór Hilmarsson sem fastagestur. Það hérna, ég var búin að undirbúa að ræða aðeins við hann Evrópusambandið og kannski ágætt að þið vitið það, því þetta hálfgerður starfsmannafundur hérna, að mér finnst að út af þessu ákvæði í stjórnarsáttmálanum að það eigi að vera þjóðaratkvæðagreiðsla hérna ekki á næsta ára heldur það næsta. Og maður myndi halda eigi síðar en þá. Já, eigi síðar en þá. Til þess að hún geti verið að þá þurfum við að hleypa í gegn ansi mikilli umræðu Evrópumálin og ég var svona aðeins að hita mig upp með Helgu Völu hérna í gær og spurði þetta og ég ætlaði að heyra aðeins í Hilmar Þór Hilmarssoni að ræða krónuna og evruna og hvort að þessi öryggismál í Evrópu og fyrir séð mikil aukning ríkisútgjaldi í hernað myndi veikja evruna og annað slíkt og alltaf spjalla aðeins við það en svo náttúrulega sendi Trump mjög áhugavert skeiti frá sér í dag, þannig ég ætla líka að ræða við hann, þar sem hann segir að Putin sé orðinn brjálaður og allt sem kemur út úr Zelenski, hérna hann er bara þegja og hann talar eiginlega líka það sko loftvarnir Úkraínu séu að bresta sko og núna bara rigni skeitunum inn í borgirnar og þar er verið að drepa hérna borgara, bara konur og börn og almenna borgara sem eru bara í sínu lífi. Hann var erfitt fyrir Zelenski að þegja. Það er svona stórt mál fyrir hann. Trump segir að allt sem hann hérna lætur út úr sér hérna gerir ástandið bara verra og svo er hann eiginlega bara þú hendur sín að þessu og setja þessi bara stríð Putins og Zelenski og Biden og eins og hann sé einhvern veginn bara undirbúa það að Bandaríkjamenn bara dræða sér hendunar, hætti þessu. Hún gefast upp á friðun. Það sem er alltaf að greiða einni viku. Já, þannig að eins og í fyrri samtölu mínum við Hilmar Þór sem að ég veit að vekja athygli alltaf að þá hérna er mikið undir og við ræðum líka að hérna Bolton fyrrverandi öryggis hérna málastjóri bæði Bush og Trump hann var að tjá sig Ísland og það var svo fyndið að hann talaði alveg eins og Hilmar Þór sem að ég veit að þeir eru ekki sammála í heimsmálum en hann segir bara í Guðsbænum ekki vekja á okkur athygli, ekki hringja í Hvíta húsið því að þá mun bara Trump allt í nátt að segja að þið byttu þarna er land sem er ekki svona með her og þið borga í lekkja til NATO og bara ekki láta sjá ykkur. En mér finnst það skrítið, eins og að viti samt, þetta sé bara spurningum að anda eitthvað hérna play dead, bara litla dýrið. Læðast umalir. Já, það er nú alveg... Þegar úlfarnir ganga lausir þá heldur kanínan sér til hlés. En hugmyndin er svo að Trump er bara svona maður, að hann er bara, hann er bara bregst við. Þannig ef hann hefur ekki til þess að bregðast við. En á hann ekkert eftir að bregðast við þessum ummælum öryggisráðgjafa síns fyrirverandi? Ég veit ekki. Það var það sem ég hugsaði þegar ég las þetta. Ég bara anskotan ertu þá vekja athygli að þessu maður, hugsaði ég. Hvað sagði hann þessi öryggisráðgjafi? Hann sagði að Ísland væri, eins og hefur komið fram hérna Rauðaborðið, Ísland er bara á skilgreindu öryggisvæði Bandaríkjanna. Og þú ert búin að segja henni. Já, herðu, margt sem er sagt sem að kemur ekki hlustendum á Rauðaborðinu ávart. Herðu, en þetta er eiginlega Akureyrar-þáttur, af því að þú hringir líka í þinn gamla heimabæ. Já, ég geri það. Ég ræði við Grétar Þór Eyþórsson sem er prófessor í stjórnmálafræði við Háskólann á Akureyri og hann segir okkur frá tilviksrannsókn sem hann var að gera klára og er birt þarna í tímariti. Og það er svona kannski tvennt sem að mér langar hérna í kynningunni að minnast á sko að sé í hans rannsókn sem að svona er umræðefni eða getur vakið athygli. Annars vegar það að Íslendingar eru sú þjóð sem eru eiginlega ánægðastir með þær aðgerðir sem beitt var í samanburði við önnur lönd. Við sem sagt herlausa þjóðin við létum það bara yfir okkur ganga og erum bara sátt við hvernig við vorum svipt sjálfsákvörðunarrétti og frelsi og bara fyrir það að allir skildu ganga í takt. Mest áhugavert. Svo er hitt hérna að sem sagt, samkvæmt hans rannsókn þá er öll umsýsla, hún er svo rosalega miðlæg, hún kemur bara svona beint frá ríkinu og þannig að sveitarfélög höfðu svona mjög lítið svigrum til þess að hérna... Sveitarfélög hafa náttúrulega minna svona vægi í íslensku samfélagi heldur en til þess að Norðurlöndunum. Það hefur oft verið bent á þetta. Þar er eiginlega svona fjármunirnir og valdið er kannski svona 50-50 en hérna er þetta eiginlega 2/3 ríkið og 1/3 sveitarfélögin. Þannig að einhver leyti er þetta innbyggt hjá okkur. Einmitt. Nú og síðast en ekki síst þá var bara forvitnilegt spjalla við hann að rifja upp öll þessi höft.
og einhvern veginn hvað þetta er þokukendur tími að það liggur við að maður sé búin að gleyma því hvernig við létum. Ég bjó í London á þessum tíma. Já. Og þar vorum við bara innilokuð í 6 mánuði þangað til við tókum ákvörðun að flytja heim. Já. Og það var klukkstund á dag fyrir hvert heimili eða bara, sem að var svona, maður mátti nýta í að viðra hundinn, börnin, fara út í búð og viðra sjálfan sig. Mátti aldrei fara fleiri en 2 saman í hvert mission. Og skólarnir voru náttúrulega bara heima í gegnum Zoom og þetta, Google og þetta var rosalega skrítin tími. Það voru svona herlögreglur út allt, það voru biðraðir fyrir utan og þeim var hólfað fyrir utan alla súpermarkaði og það var hleypt inn í hollum, þar voru öryggisverðir og sumstöðum við opnaðir svona til að byrja með. Þannig að þetta var þannig ég skil alveg óánægja í Evrópu og Norðurlöndunum, hún hafa kannski verið meiri heldur en hér af því að þegar við komum heim til Íslands og fólk faðmaði okkur og þá fengum við bara næstu í taugaáfall af því að við vorum bara orðin svona bara súrrealista. Þú mátti bara fara einn út í búð, ekki? Bara einn út í búð. Við gerðum það þannig, hún fór út í búð fyrir hátíð og ég eftir hátíð, það var að vera eitthvað Ég var búin að finna upp trikk sem að ég mátti reyndar ekki beita, þykjast að hafa gleymt veskinu og gæti farið tvísar út í búð, þannig að veski til að borga. Hvað var það sem ég reyf? Nei, þetta var bannað heima fyrir, þetta væri ekki húsareglunum, En þetta einmitt þetta, vopnað fólk og vopnaði verðir og bara með þungavopni. Og það til þess að hjón voru ganga saman, þá kom bara... Og bara sekt, upp á, ég man ekki, það voru 6.000 hundasekt eða eitthvað, það var eitthvað svona súrrealísku upphæð. Og upplifðir þú þá á þínum tíma í London að breska þjóðarsálin væri gegn þessu offorsi? Nei, það sem að Bretar eru svolítið flinkir í er að það er svona rosalega svona sterkur svona samfélagslegu þráður. Til dæmis fóru allir út á Svalir alltaf á 50 dögum og klöppuðu með svona pott og pönnur fyrir heilbrigðisstarfsfólki sem að var að standa sig vel. En annars, þú veist, það var alls konar svona. En Englendingar nú svolítið kvartgjarnir. Ég var eins og í hitabilgi í London. Ég hef aldrei heyrt jafn mikið stunið eins og í lestónum. Þeir voru kvörtuðu svo mikið. Þetta var svo ósangjant. Já, en það var líka The Beast from the East. Það var snjóbylur. Snjóbylur, segi ég gæsaleppa, því að það var algjör brandari. Við vorum látið sækja barnið í skólan, fórum náðum í barnið í skólan til þess að fara með hana bara út í almenningskarð að leika, því að það var auðvitað engin snjór. En Bjössi, þetta er efni í umræðu við að rifja þess upp COVID-tíman. Hárrétt. Ég held að. Talaðu það. Það verður einhver fjölmiðill, verður að biðja að fjármálaráðuneyti svari hverjir fengu styrki, lokunarstyrki, rekstrarstyrki, hvað það hét allt saman, hverjir voru, hvað fengu mikið, skiluðu einhverjir. Þetta er mér þetta stórmál, það var bara opinu ríkiskassinn, bara eins og vangjahurð á honum og það er bara bestu vinir aðal, þeir bara sem voru með eitthvað umleikis, eitthvað rekstur, þeir bara fóru bara út með handfylla peningum og við erum að borga því núna til skuld og ríkissjóður og þetta er eitthvað sem eftir að verða stórmál. En svo stundum við sagt bökkuð inn í fjármálaráðuneytið á pick-up og fylltu skottið af peningum. En vitið hvað ég gerði í COVID? Ég bjóð til samstöðuna. Og hér sittum við. Og það var svo gaman að því þá var það byrjaði bara að vera allt á Zoom og allir heima, enginn gætt farið út og við vorum eiginlega bara með svona þjóðfund á hverju kvöldi þar sem við vorum að ræða það hvað var eiginlega að koma yfir okkur, þetta faraldur, verður þetta efnaðslega trun, á að taka af okkur réttinn og svo bara þróaðist svona þess að tótt sem að hefur verið í samtalinu á samstöðuna miklu leyti þróaðist út úr þessu tíma. Það kom þú jákvæmt út úr COVID-tímabilinu. Já, þegar varst í bæ. Já, þar sem við vorum í nágranni Boga Reynisson svona lánaði okkur stúdíóið sitt. Voru þar og byrjuðum í einhverju pínulitlu, ég kalla þetta elspýtustokk. Það var eitthvað svona mixer sem Bogi átti.
Þetta var mjög skemmtilegt. En þetta var mjög eins og áhugavert sem sko fjölmiðlamaður að vera, því að sko þarna fjastu viðmælendur sem voru eiginlega í allt annarri stellingu heldur en að fólk vanalega, því að það var svo mikil óvissutími og svo náttúrulega vildi það svo til að þessi tækni var bara eiginlega detta inn, ég meina margir bara kynntust Zoom í COVID og allt í einu gastu að verið bara eins og CNN með viðmælendur út allan heim og við töluðum við fólk út allan heim. Má ég spyrja, upplifður viðmælendur sem berskjaldaða á þessum tíma? Nei, ekki svona berskjaldaða, heldur það sem að gerist ofta sem að ég orði þetta stundur svona, ef að við erum með eitthvað svona mál sem er á núllpunkti, það sem er bara óvissa framundan, þá eigum við að njóta þess, af því að stundum er langskemmtilegast að tala eitthvað það sem að raunverulega er kannski augnablikið er bara ólétt af bara alls konar framtíðum og enginn veit raunverulega eitthvað. Þannig að losna við þetta að segja hann segir, hún segir og eitthvað svona sem allir eru bara meira og minna til í bara svona opið spjall. Og þannig að ég veit ekki, kannski væri tónninn á samstöðun allt annar ef hann hefði ekki orðið til í COVID. Áhugavert. En við erum ekki lengur í COVID en við erum samt, fólk er ennþá til í þetta því það svo bara kemur eitthvað annað, svo kemur rosalega efnahags krísa og svo pólitískt bara uppgangur fasismans, þannig að þetta er dálítið framlengst svona þannig að það verður alveg eftir COVID. Eftir COVID. Eftir COVID, já, það er ekkert búið. Hvað er að kalla síð-COVID? Sem fólk er alltaf í COVID? BSE? Lang-COVID. Lang-COVID. Samstöðu lang-COVID. Mást ekki vita. Herðu, en áður en að við fyrir til Akureyrar á Zoominu að þá ætlum við að spila viðtöl sem að þið tókuð í mótmæli sem voru í dag. Við fjöllum og tölum þetta í gær. Það er á að vísa 15 ára drengur landi, eða 16 ára, 17 ára, hann er 17 ára Já, Óskar 14 ára konunga. Já, einmitt, hann er 917 ára, Óskar Bocanegra Flores. Hann það var sagt frá því í fjölmiðlum helgina og við fengum fósturforeldra hans í viðtal hér við rauðaborðið sem að sýnt var í gær og Frábært viðtal. Já, það sem að þau lýstu einmitt þessum aðstæðum sem að þau hafa verið í og þessum í rauninni, hvernig var að kalla þetta, þessum hindrunum sem að verða í vegi þess að þessi drengur fá að vera hér bara með sínum fósturforeldrum og klára sínu skólagöngu og það er ekki litið á hans í fylgdalaust barn, þrátt fyrir að hann sé hér sannarlega fylgdalaust barn og þá að senda hann á götur Bógota bara núna í byrjun júní. Þetta er auðvitað, ég held að þetta komi við alla, bara allt fólk sem bara þekkir börn þess vegna. Við held að við getum öll einhvern veginn svona séð og sett okkur í spór þessara fósturforeldra. Ég held að við 99,999% íslensku þjóðinni. Já. Einmitt. Ég heyrist það svona í þessu máli að bara fólk skilur ekki á hverju drengur fær ekki að vera þarna. Samfylkingin í Hafnarfirði undir forystu Guðmundar Árna Stefánsson varaformanns samfylkingarinnar er áskorun á ríkisstjórninni að klára þetta mál. Akkurat. Og það er, hún Þorbjörg dómsmálaráðherra, hún er verið nú lítið látið ná í sig út af þessu máli. Þau fela sig nú yfirleitt á bak við það í dómsmálaráðuneytinu að þau vil ekki ræða einstök mál. En það breytir því ekki að það er bara hægt að taka þetta tilbaka með einu pennastriki og það er hreinlega heimild fyrir því í lögunum að liðka fyrir þetta eru, ég meina þetta er þessi það er mikið rými til túlkunar í útlendingalögum einmitt út af svona sérstökum málum að því að þetta á allt við mjög ólíka hópa, ég meina flóttafólk er frá alls konar löndum með alls konar bakgrunn og alls konar aldri og það verður að vera hægt að túlka hvert mál fyrir sig en það er bara eitthvað svona stefna í Útlendingastofnun að segja bara flatt nei við öllum og það er ágefni. Það var nú svona mál sem felldi síðustu ríkisstjórn. Heldur að þetta gæti rifið hressilega í þessa stjórn? Ég held að þeir hljóta stíga inn í að stoppa. Mér finnst það bara mjög líklegt að ég bara get eitthvað neginn ekki séð fyrir mér annað en að þetta verði stöðvað en það var alltaf. Af hverju ætti ríkisstjórn sem er með byr í seglum, ég held að sé 60% styðjana Samfylkingin, forystuflokkurinn, hann er að liftast í könnunum. Það er mikill stuðningur við svona mál sem við leggja fram í þingið eins og auðlindagjaldið. Af hverju ætti ríkisstjórn að fórna pólitísku innexinni til þess að reka Óskar 17 ára á landi? Þú veist, af hverju? Hvað væri það að verja? Varaformaður Samfylkingar er búin að stíga fyrsta skrifið.
Ég held að það sé bara óhugsandi annað. Já, og gengur gegn einmitt eins og þau lýst í viðtalinu. Ég meina þau fengu þessa umsögn frá Barnavernd Suðurnesja sem að beðið var af Útlendingastofnun sem að kemur á samtali við barnaverndaryfirvöld úti í Bókota sem að segja ekki senda hann lendir á götunni, við getum ekki tryggt að hann komist hér inn á fósturheimilið, inn í fósturkerfið. Þannig endilega haldið honum hjá ykkur. Þetta er lagt fram en virtavettu í Útlendingastofnun, þannig að þetta er... Þið ætlaði að heyra í fólkinu sem að mætti niður á Austurvöll til þess að sína Óskari stuðning. Já, við rættum ekki bara sem sagt, hvernig þetta mál heldur, eða bara þetta mál, en líka hvernig fólki bara líður með þetta, og líður að vera í svona mótmælum og í svona einhverja óöryggis ástandi. Líka gagnvart svona stjórnvaldsákvörðun, þetta er náttúrulega í okkar nafni, það er verið að henda honum úr landi í okkar nafni og það er það sem að fólki ofbýður. Gaman að heyra því. Herðan ástæðan fyrir að við sitjum inn á öll að það voru róstur í Sjálfstæðisflokknum helgina og það hefur komið svona spurningar. Ég sá að þú settir eitthvað inn á Facebook og þá var fólk að velta fyrir sér hvað verður þá samstöðina. Já, fólk veit ekki alveg hvort það verða einhverja breytingar á samstöðinni í kjölfar það sem gerðist í pólitíkinni. Ég veit ekki hvort að þið hafi heyrt þetta en ég held ég hafi sagt þetta, nú eru bráðum að verða 1000 þættir af Rauðaborðinu og ég segi það eiginlega næstu í hverjum einasta þætti að samstöðin er í eigu Alþýðufélagsins og Alþýðufélagið er félagsskapur þeirra sem að greiða hér áskrift og þannig er það. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn á ekki samstöðina, heldur er það Alþýðufélagið og þar er sjálfstæðisstjórn. Þannig að breytingar í Sjálfstæðisflokknum hefur engin áhrif á samstöðina. Já, ég tek eftir því að það er engin eftirspurn á internetinu eftir því að samstöðin breytist eða fari undir yfirráð þessa yfirtökuhóps helgina. Þið verði nú var við svona afstöðu fólks gagnvart samstöðinni, eða ekki? Jú, alveg. Og bara þú nefndir Facebook mitt, það eru tugir fólks, almennings og hópi almennings sem allir segja það sama. Please ekki breyta samstöðinni, haldið áfram ykkar braut, enga ritskoðun og svo framvegis. Og ég sé ekki annað en að bara þegar maður veit þetta þá sé auðveldara fyrir okkur að ganga göttuna áfram og það er eitthvað að fólk sé að stofna til nýrra áskrifta, sé ég og þannig að það er kannski ágætt að við bara svona ræðum það upphátt hér að þeir sem hafa haft áhyggjur af því að samstöðin, það sé einhver að fara að slökkva á henni eða gerbreyta ritstjórnarstefnunni og það horfi allt í það að þetta verði svona bara áróðurs málgagn einhverja nýrra hreyfingar sem hefur yfirtekið sósíalistaflokkin, þá er svarið nei. Já. Áfram 100% sjálfstæð rit. Já, jafnvel sjálfstæðir en nokkru sinni er ekki tækifæri til þess? Jú, og hvert okkar fullkomlega sjálfstæð. Ég vil samt minna á að stundum segjum við líka annað að þetta sé svona tilraunaverkefni og það er þannig að þetta er ekki þetta er ekki svona örugg leið og hún er mjög háð í að fólk sem er þann úti og tilur að samstöðu sé mikilvægt að þau leggi lóð á vogarskálanar. Þess vegna höfum við haldið grunn áskriftinni mjög lágri, 2750 sem ég held að sé bara kannski fjórðungur af því sem kostar að áskrifta á mókanum og svona miðað við það efni sem við búum hérna til er þetta mjög sanngjarnt að fólk má borga meira. En það er mjög mikilvægt að það er hluta tilrauninni, hvort það sé hægt að búa til fjölmiðil sem er raunverulega í eigu og forræði áhorfenda og áhærenda. Og það, ég þekki ekki dæmi þess í heiminum að það hefur verið gert, að við erum að reyna það. En svo er þetta líka tilrauna sjónvarp með því að við erum að pröfa alls konar tón og blæ og umræðuefni og tímalengdir og hver er staða spyrilsins í samtalinu og þannig að það er það sem er svo gaman að gera þetta En myndið þú fílaði í því til þess að svona bara fá fjármagn, styrkja stöðuna enn frekar með því að vera í einhverju svona merkjavöru og auglýsa eins og eru gert í podcasti? Já Nei, ég held að það passi ekki alveg en það er hins vegar Þú verður ég að hugsa hvort ég væri í einhverju merkjavöru Það er hins vegar, mér finnst allir vegna þess að það er podcast úti en sem er allt meira minna svolítið hægra megin í lífinu og ástæðan fyrir því er að þeir sem eiga peningana og eru til í að láta podcast stjórnandan vera að tala tryggingar eða veðmála fyrirtæki eða rafmynt eða eitthvað svoleiðis
að þau eru til í að styrkja hægri sinna podcast. En við erum ekki hægri sinna podcast. Þannig að eiginlega eina leiðin okkar til þess að fá fjármagn til þess að halda áfram er að almenningur margir leggi lítið til á meðan að henni ríku geta bara haldið uppi einhverjum svona hægri gaurum. Það þarf bara einhvern einn kall til þess, bara Eitt sugar daddy. Já, en það má nú kannski vekja mála því líka að við tökum þetta við frjálsum framlögum líka. Já. Það er ekki bara áskriftarleiðin, það er hægt að leggja inn á beintin og alþjóðafélagið og ég meina ef að fólk bara langar að bara styrkja þetta í eitt skipti og veglega þá er það sannarlega velkomið. Já, það er hægt og líka sem að ég held að sé svona vannýtt hjá okkur að við gerðum könnun, við erum náttúrulega eigum ekki mikla peninga, en við erum ekki að gera lestrakannanir eða hlustatakannanir reglulega, við gerðum það fyrir árið síðan. Þá kom í ljós að það er svona 40 manns sem að horfa á eða hlusta á þætti samstöðunar í hverju viku. Þannig að við erum með stundum auglýsingar á milli liða sem er bara fínt og nóg pláss til þess að bera það truflar engan. Sem eru svona skjáauglýsingar, eru ekki skjáauglýsingar í sjónvarpinu en eru svo lesnarauglýsingar í útvarpinu að þeir sem að vilja styrkja og eru með eitthvað rekstur eða þjónustu sem á erindi við almenning að verðið hjá okkur er svo lágt að það er alveg sannarlega fólk hvar peningarnir sinna virði þannig að þú getur líka lagt til fé í rekstur samstöðunar og fá verðmæti á móti, bara fullverðmæti á móti en samt verður það okkur til hjálpar. Þannig að þá má bara, ég ætla að benda á það því ég er komin í auglýsingagýrin að fólk getur bara sendt post á samstöðun.is ef þið vilja auglýsa hjá okkur. Það er þess virði. Spyrir bara þá sem að vera reynda. Mér langar líka aðeins að lýsa því fyrst þegar ég datt inn á samstöðuna að sko, ég var ekkert sammála því sem þú varst að segja. Ég var að hlusta á þig, þú varst að ranta eitthvað. Ég var ekkert sammála. Ég nenni ekki að fara yfir það. En það var einhver ástríða þarna og það var eitthvað samhengi og svo hlustaði ég á nokkra gesti sem komu og ég hugsaði með mér, ok, þessi viðtöl eru aðeins öðruvísi heldur en önnur viðtöl sem ég er að heyra núna og það var einhver svona ég sé bara fagmennska og mennska sem ég hefst af. Svo náttúrulega þú komin, þið tveir eru náttúrulega bara næstu 50% af fjölmiðlasögu Íslands, þið tveir bræðurnir, alveg með ótrúlega þekking og reynslu, tvær bardagakindur og menningar þú veist, oblátur við hliðin á mér og ég ætla ekki að tala sjálf á mig en það er eitthvað sko í reynslunni sem er í þessum ritstjórnarhópi og efnistökunum sem að snemma urðu einhvern veginn þannig að í staði sem maður væri að horfa á viðtal þá voru þetta samtöl og spyrillin við öll leggjum fram eins og við viljum gera, við erum ekkert að reyna að flagga einhverju samfélagslegu hlutleysi þvert á móti, þá erum við stolt að því, ég var 60 daginn, ég er með þakklátur að geta gert gagn með því að hafa 60 ára reynslu á lífi til þess að fara í umræðu. Þetta er nett meðferð alltaf bara fyrir fólk og þjóðina að þora að segja sem því býr í brjósti. Þetta er alltaf mikið það og að valdefla að reyna að draga fleiri og fleiri raddir að borðinu, þú veist, en stundum er erfið, það eru margir sem vilja ekki koma og svo, þú veist, er það þannig að stundum dettur mann ekki inn í hug og við hefum fengið, hlustendur eru mjög duglegir að vera í samskiptum og svo náttúrulega megum ekki gleyma nefna Pétur Fjölstad og Laufey Líndal tæknimennir eru okkar alveg stórkostlegir sem koma aðdags og Laufey er byrjað að taka viðtöl Já, og eru bara við erum alltaf í samræðu, ég held að ég hef bara sjaldan unnið með samheldinni ritstjórn á nokkur stað og ég hef nú verið á þeim mörgum. Og aldrei ritskoðum. Ég held að það sem að fólkið í Vesturbæjarlauginni sem hnippir í mig og segir takk fyrir samstöðina, ég held að sé það sem það er að tala Þetta með munin á viðtali og samtali, ég man að það er svo smá fossa í þessu einhvern tímann þá voru við bræður með sumarþátt á útvarpi sögu Vinnuskúrinu eitthvað svoleiðis. Við vorum með annan þátt líka og þá að því að þá tók ég svona meiri þátt í þessu og þá sagði Siggi bróðir að þetta væri meira samtal fyrir viðtal og ástæðan fyrir því að ég var svona að þetta tilhörnum starfsemi að ástæðan var svo að maður upplýði það að þegar ég kom inn í blaðamennsku þá var þetta svona dómkirkja og þú veist, ég hef stundum sagt þetta svona að Bogi Ágústsson situr
og sannlega segi yður í fréttum þetta helst og þá ertu að tala í umboði einhvers annars og þannig vorum við svona að vinna meðan þessi dómkirkja helst uppi sem svona hlutlaus svæði og við vorum í svona að vinna inn í einhverju kirkju eða eitthvað svona. Síðan hrundi þetta. Þú veist, allar þessar kirkjur eru farnar, sko, þessir miðlægu fjölmiðlar og svona, þetta er bara ekki til lengur og þau hafa ekki peningana til að halda predikunarstólum uppi, þannig hann er ekki til. Hvernig mæti maður þá inn í viðtal sem blaðamaður? Þá mæti maður bara sem sá sem maður er og er ekki að, þú veist, að leika eitthvað hlutverk að þykjast eitthvað hlutlaus og mér fannst þetta að vera svona tilraun sem að mér langaði til að taka þátt í. Hvernig er viðtalið eftir hrun dómkirkjunnar? Ég saði við þá þegar vorum útvarpissögu að hjá þér væri þetta samtöl en viðtöl hjá mér. Það væri svona ólíkir, sko. En þú tekur svo mikið þátt í svörunum og stoppar jafnvel þann sem er samtal, sem er fínt, alveg frábært form, sko. Alveg frábært form. Svona eins og maður tala bara við eldhúsborðið. Já. Það er ekki þannig við eldhúsborðið að ég spyr bara og þú svarar. Þú ert of ungur til að muna það voru alltaf málfundir við eldhúsborðið mannstu til þeim? Já. Herðu, þetta er eiginlega svoleiðis, hann er að vísa til þess að þegar mamma okkar var ein með okkar 4 bræðurnar að þá hittustu á kvöldin og hún hélt fjölskyldunni saman með því að borða saman og halda að fara yfir daginn hjá okkur öllum og með ekki mjög vænt þessa minningu og það er þannig að við hittust oft bræðurnir, erum ennþá í sambandi og raunverulega er þetta sami fundurinn sem er ennþá í gangi þótt að mamma sé löngu farin og við allir komnir í allar áttir og kannski verður það svoleiðis hjá okkur eitthvað tímann í fyndinni þá hittust við aftur þetta. Já, það verður hérna eða á miðilsfundi það getur líka. En gaman að koma hérna, mér fannst það mikilvægt að við kemum þetta fram til þess að segja við áhorfendur að það er breytingar sem hafa orðið í Sósíalistaflokknum því það er ekki breytingar fyrir samstöðuna. Nei, það er niðurstaðan. Við höldum bara áfram það sem frá var orðið. Og ég er búin að minna á þetta allt saman að þakka gestunum sem hinga að koma alltaf til okkar, þakka þeim sem eru að stýra þáttunum og ekki síður þeim sem eru hinum megin við myndavélarnar. Pétur Fjellstið er að taka upp og senda út í dag en oft er Laufey Líndal Ólafsdóttir við það. En mest þakka ég ykkur sem að breyti þessu samtali okkar í fjölmiðlun og þið hafi líka byggt upp dreifikerfið bara með því að segja vinum og vandamönnum frá því að við höfum enga peninga til þess að vera að auglýsa upp samstöðuna. Það eru þið sem hafið gert það. Og með þeim árangri, það eru 40.000 mann sem að sjá þættina í hverju viku. Þið getur bent á að þá má finna efni okkar á Facebook og YouTube, í öllum hlaðvarpsveitum bæði undir nafni Samstöðunar og einstaka þátta. Við erum í útvarpinu á Stóru höfuðborgarsvæðinu 89,1 á FM og svo má sækja þær útvarpssetningar líka á spilarann, spilari.is á netinu, svo spilar líka app sem má hlaðurinn í síman og hlusta á Samstöðuna allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman, þar erum við 5 á fjarstýringunni. Kannski ef til vill munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá Samstöðunni. 24 tíma sólarhring 7 vikunar allan ársins samfélagsumræðu við þetta rauða borð í öðrum þáttum Samstöðunar. En það sem við verðum ekki áherslu á hérna að þetta væri ekki hægt nema að þau sem að telja að Samstöðun sé mikilvæg í lýðræðislegu samfélagi leggja inn í lið með því að gera það áskrifundur. Þú getur gert það með að fara inn á samstöðun.is, það er hneppur sem ástættur áskrift. Það getur skráð fyrir 2.750 krónur sem er grunnáskriftin. Þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem er kjósi getur látið áskriftin að renna inn í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðuna. En framundan er skemmtileg viðtöl. Við ætlum að byrja á því að fara niður á Austurvöll. Gerist áskrifundur á Samstöðunni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
Kannski byrjað á að fá nafnið? Illugi Jökulsson. Sæll Illugi, nú ert þú stattur hér á fjölmennum mótmælum þar sem fólk fer fram og óskar fái að vera á Íslandi. Ég sá að þú byrjaðir með undirskriftasöfnun. Hvernig gengur hún? Hún gengur bara mjög vel. Hún byrjaði nú bara rétt fyrir miðnætti í gærkvöldi og það komin þarna hátt á 3000 undirskriftir og ég bara hvet fólk til að leita hann uppi á Facebook. Ég að reyna dreifinni þar sem víðast og bið fólk endilega að dreifinni fyrir mig ennþá víðar og þannig að ég hugsa að flestir finna hana mjög fljótlega, allavega á minni síðu. Ég vona að sem allra flestir skrifi undir sem fyrst. Það eru greinilega ekki margir dagar til stefnu því að Útlendingastofnun og hennar úrskurðarnefnd eru greinilega algjörlega forhert. Þannig að það ekki eftir neina bíða að reyna að hvetja pólitísk stjórnvöld í þessu landi til að taka í taumana. Hvers vegna, hver þín aðkoma að þessu máli? Ertu bara áhyggjufullu borgari? Já, í raun og veru. Ég þekki ekki það fólk sem hefur tekið þennan dreng að sér af svo miklu höfðingskap. Þannig að mér bara blöskraði að það skuli allt í einu vera mikilvægasta verkefni ríkisins að reka úr landi 16-17 ára pilt sem á hvergi í sínu höfðahalla í sínu heimalandi. Þannig að þetta má ekki gerast. Það lýsir því þá bara að þetta vont samfélag ef það gerist. Og ég ætla rétt að vona að við eigum ennþá þá mennsku að við látum þetta ekki gerast. En það þarf greinilega að gera eitthvað til þess og þess vegna þarf að mæta á fundi og skrifa undir. Takk fyrir þetta. Nafnið þitt? Ásgerður Þórisdóttir. Þetta er sæla Ásgerður. Hvers vegna stendur þú hér í dag? Til þess að styðja þennan unga mann að fá að vera hér á heimilinu og fjölskylduna. Og hvers vegna er það mikilvægt? Það er bara mjög mikilvægt fyrir okkar stolt hér á landi. Já, og svolítið hvernig eru við sem samfélag ef við getum ekki hjálpað börnum? Þá skammast ég mér alveg niður í tær. Akkurat. Ertu búin að skrifa undir undirskriftalista? Nei, ég er ekki ennþá búin að sjá hann. Hann er á netinu. En segðu mér, ertu vongóð fyrir Óskar? Svona 50-50. Getur brauðið til beggja vona. Ég vona með þessum fundi að eitthvað gerast. Kemur þér á óvart hvað eru margir hér í dag? Ég hefði viljað sjá fleiri. Já. Það kemur óvart að við skulum ekki vera fleiri hérna í dag. Þó fjölmennur fundur svona miðað við lítinn fyrirvara? Já, þéttur og góður samt. Já. Áttu barnabörn? Já, ég hef barnabörn. Og hvernig, ég veit að fyrir sjálfa mig, tilfinningum að kerfið sem á einhvern veginn að halda utan um börnin okkar og halda utan um börn og vera einhvern veginn veita manni vissu að þau séu örugg. Mér líður svolítið eins og það sé að bregðast. Finnur þú fyrir þessu sama? Nei, ég get nú ekki sagt það að ég finni það þannig nema í þessu tilfelli. Þannig að ég náttúrulega orðin ekki með börnin hjá mér eða fylgist ekki mjög mikið með þetta sem búið erlendis en þannig að ég hef ekki bara þann samanburð. Já. Þakka kærlega fyrir. Af hverju eru þið hér nú í dag? Bara okkur ábýður, algjörlega. Ómennskan. Er þið vön að fara á mótmæli svona? Ég hef búin að fara á öll þessi. Já, reyndar líka eldri mótmæli og svona, við höfum alveg verið tilbúin að reyða okkur í það sko. Hvernig líður ykkur svona þegar gagnvart í þessu máli svona, hvernig líður ykkur með Ísland? Ég er bara sorgmætt yfir þessu, ég er reiði líka sko, þvílíkt óréttlæti. Já, okkur finnst þetta bara byggjast voðalega mikið á einhverju ómennsku eins og ílsku eða við skiljum ekki. Að kerfið er látið ráða gjörsamlega þó að öll rök mæli með því að máli sé tekið fyrir aftur. Og er eitthvað svona óhugur, finnst ykkur jafnvel að bara þetta sé þá til merki sem að kerfið sé orðið bara eitthvað ómennst og sjálfkrafa eitthvað? Ég er stór.
Ég meina, hrættum að lendi líka bara á öðrum og svoleiðis, þetta sé bara... Jú, þetta bara svona eitthvað, þetta bara svo færibandi og bara, viðst þetta ógeð. En trúið því að svona, að það skiptir máli að koma saman, held að það geti virkilega haft áhrif, hafið von til þess? Já, ég trúi því. Ég trúi því og ég trúi því að líka að ráðherrar sem svona Þorbjörg, hún hefur völd. Hún getur látið taka málið upp á öðrum vettfangi og annan hátt því að það hefur ekki fengið en efnislega meðferð. Alls ekki. Það hefur ekki fengið nefnilega. Nei, og það engin efið þarna, það verið að brjóta lög. Má ég spyrja hvað þið heitið? Ég heiti Ásgeir Elling. Ég heiti Lilja. Takk kærlega fyrir spjallið. Ykkur að koma í örstu spjall svona við samstöðunar? Hvað sér ég? Má ég byrja ykkur að koma í örstu spjall svona við samstöðunar? Hvers vegna eru þið hér í dag? Byrja þú bara? Ég spyr bara, hvers vegna þú hér í dag? Það vegna þess að þetta barnaverndarmál og það barnaverndarnefnd búin að fara í gegnum það, hrekja öllu rök þessara lögfræði, þessar hálfblindu lögfræðinga þarna í útlendingastofnun. Þetta barnaverndarmál og barnaverndarnefnd Suðurnesja búin að rannsaka málið, skorar á stjórnvöld að leyfa barninu vist í landinu, sem sé að leyfa foreldrunum að framkvæma það mannúðarverk að taka barnið að sér. Og hvernig í ósköpunum ætlar einhver embættismann að klíka að neita því og stjórnmálamenn að láta þess að þeir segja þetta ekki. Það ekki hægt að mótmæla illri meðferð barna í Gaza en líta svo ekki í eigin barn. Takk fyrir. Og við þurfum ekki að spyrja til nafns. Það Jón Baldvin, ef að fá konungur. Það kannski litlu við þetta bæta. En hvernig líður ykkur svona að vera hérna í dag? Vistu það, ég bara sorgmætt. Ég bara, mér finnst þetta svo illa farið með góðar manneskjur sem eru búin að berjast fyrir þessum dreng sem þau hefðu engum skildum að gegna gagnvart og mér finnst þetta svo aðdáðanvert og mér finnst svo ofboðslega sárt ef að þetta ef að mér er sendur tekinn burt það er búið að bara brjóta mörg líf. Ert þú vön að koma á mótmæli? Nei, hann náfrændi minn, hann systursonar minn, hann Svavar og ég náttúrulega búin að fylgjast með þessu og við höfum fylgst með Óskari sem fjölskylda öllsömmul og þetta bara svo sorglegt. En þetta nýtt fyrir þér svona bara að vera raunverulega á móti kerfinu eða að finnast kerfi vera ósanngjarnt eða svoleiðis? Það nýtt fyrir þér svo tilfinning svona? Nei, það hefur náttúrulega oft blossað upp hjá manni en ekki kannski eitthvað sem snertir mann eins mikið á þetta og við erum bara misboðið að hafa verið nörrið í að kjósa þessa stjórn yfir okkur sem að maður hélt að yrði svona mannúðleg stjórn. En heldur þú að skiptir máli að koma svona saman á mótmæla? Heldur þú að stjórnin geti ekki haft áhrif á stjórnina? Ég veit ekki hvort það verður áhrif en það sýnir bara stuðningin. Það er viljum. Það er þjóðarvilji því að ég tel að, fyrir ekki að ég grípa þér orðið, því að ég tel að þeir sem eru móttaknir útlendingum og hafa hátt að það sé mikill minnihluti fólks. Hinn þegja og þú ekkert að segja. Og það er ömurlegt að vita til þess að þetta skuli geta gert og þetta er svo mikið skömm fyrir okkur sem lýðræðisríki. En það þá þannig að þeir sem eru með rasisma að þeir eru óhræddari við að tjá sig heldur en hinir? Já, ég tók eftir því þegar við byrjum að skrifa að þá kom svo bara buna niður frá hinum rasistunum. Þeir heyrast ekki í þeim núna. Það heyrist ekki í þeim núna bara jákvæðar undirtektir. Þannig að það skiptir máli að koma saman svona? Þetta er bara fólk sem þetta er lítill hópur sem hefur hátt. Ég held að meiri hluti þjóðarinnar, þetta er fólk sem heldur að sé verið að taka eitthvað af þeim. En það er ekki þannig, þeir fá ekkert meira þó að við hleypum útlendingum inn í landið. Og ég tala náttúrulega ekki vegalausu barni.
Þetta fyrir neðan allar hellur. Ert þú vön því að vera svona í mótmælum og þannig? Ég sko vildi ekki bara býja ekki bænum og ég vildi gjarna vera mikið oftar á mótmælum heldur ég síðustu 20 ár þá hef ég fylgst með þessu og ég hef svo breytingarnir í samfélaginu og kerfinu eru svo svakalegar að þú getur ekki trúa því. Ég gat hringt hérna áður fyrir minni vinnu og tala við allar á þeirra, ég var með símanúmer hjá þeim öllum og þeir svöruðu mér allir. Og núna færðu ekkert að vita, það ekkert gegnsæi, það ekki einu sinni birtir dómar. Það réttakerfið og stjórnsýslan í molum. Og það er eitthvað óhugur í þér líka. Þetta er ekki bara þetta einstaka mál, heldur það bara fyrir því að blessu börnum mín og barnabörn skulu þurfa að lifa í þessu samfélagi ef það verður áfram svona. Þannig amman ákveðu fyrir barnabörnina að hafa hátt? Já, sko þau eru ég náttúrulega bara hef réttlætiskennd og það er alveg sama hvað það er. Bara mér finnst ömurlegt að brjóta á fólki, mér finnst ömurlegt að búa við réttakerfi sem get ekki treyst og stjórnsýslu sem ég næ ekki sambandi við ef mér vantar eitthvað. Má ég spyrja hvað þú heitir? Ég heiti Bergljót Davíðsdóttir og var blaðamaður búin að vera það í 40 ár en bara orðin gömul en ég læt ekki deigan síga að ég reyna að skrifa. Og hvar býrðu út á landi, má ég spyrja bara? Það ekkert langt, það sama, maður skýst ekkert sko. Þú komst hingað núna, skust yfir heiðina? Og Óskar líka, Svavar bróður, systursonur minn sko. Fjölskylda og ég bara, þegar ég las í gær sko, þá bara misti ég fekk bara kvíðatak sko, og bara grét. Mér finnst þetta svo ósanngjarnt. Og ég skili í raunin ekki að því ég er búin að þrautlesa lögin og það er fullt af heimildir í lögunum fyrir hendi til þess að veita honum vernd. En þeir nýta sér það ekki, það er eins og þetta fólk sem orðið svo lokað inn í svona fílabeinsturni að það sér ekki út fyrir. Það veit ekkert sko, það er bara svo fast í þessu starfi sínu, það er alltaf að gera það sama og það er orðið bara hjartað er hægt að slá í. Vonu nú bara að þau heyri hérna í gegnum, inn í fílabeinsturðun. Kæra þakki fyrir spjallið. Já, og gangi ykkur vel og þakki ykkur fyrir samstöðuna. Við þau Svavar og Sonju í gær, það var alveg yndislegt og þakka þér fyrir þinn dugnað. Og ykkur báðum. Og eigum við að tóa með fleiri hér? Já. Það má vera eins og, má ég nokkuð spjalla aðeins við þig frá samstöðunni? Það? Nú, en gaman. Vildu blessaður og sæll. Varstu á mótmælunum hérna áðan? Ég var að koma, ég misti af. Jú, en var sko, þér finnst mikilvægt að mæta á svona? Já, mjög. Mér finnst mjög mikilvægt að börn fái að lifa í sátt við samfélagið sitt og Óskar rosa lítill strákur sem áskilja að fá að vera hérna. En finnst þér þetta snúast, við vorum að ræða þetta hvort þetta væri sko, það væri kannski ótti við að þetta er þá svona fordæmismál og þá myndi vera opna fyrir sko, svo það eru margir hrættir við að þá verði einhvern veginn opna leyfi fyrir mörg öll hinn flótt, hann ekki flóttadrengur en þú veist, það sé verið að veita fordæmi fyrir flóttabörn, hvað segir þennan ótta? Ég veit ekki, ég held að það sé bara mjög gott að veita fordæmi fyrir því að við séum gott fólk og við ætlum að hjálpa þeim sem þurfa að hjálpa að halda. Það allan fordæmi sem ég myndi vilja setja. Hvernig finnst þér svona, hvernig líður þér með þetta ástand svona, að það þurfi að koma, að við þurfum að oftar að koma saman svona til að minna á svona mennskuna eða þannig? Það alveg að líta það í báðar áttir. Mér finnst bara gott að fólk geri það. Og ég mjög ánægður að við séum í samfélagi sem fólk stendur með fólki sem það þekkir ekki og ég ákvað að líta frekar á þannig. Að við séum bara að það sé gott fólk til. Nú þú heilmikið svona að beita þér í baráttu gegn þeim sem að hafa, minna mega sína eða svoleiðis og hafa minni aðgang að samfélagsgæðunum. Hvernig finnst þér svo baráttu að ganga? Hún gengur aftur, ef maður lítur hann jákvætt, þá alltaf ykkur skrif áfram. Við erum kannski ekki alveg að pröfa maður vildi, en ég bara
alltaf glaður þegar eitthvað gengur og alltaf svona vill alltaf sniðugt þegar eitthvað gengur upp og það er alveg að festu sig í því að vera ósáttur en frekar að vera glaður yfir því sem gengur vel. Og þú ert líka tónlistarmaður sko, er það ekki svo að það skiptir með þannig nú tromma og svona, þú veist, það skiptir allir máli svona þetta að koma saman og skipuleggja þessa viðbyrði, svona mótmæla viðbyrði eða þannig? Mér finnst það mikilvægt þessi gleði í andspyrnu. Mér finnst að við það er skiljanlegt að fólk sé reitt en reiðin étur okkur upp að innan á endanum en ef við erum glöð að meðan við erum að hjálpa til að þá getum við haft endalust úthald. Kjartan Þakkir, við þurfum nú ekki að spyrja til nafns en ég spyrja því samt til nafns. Ég heiti Halli. Þakka fyrir að spjalla við okkur á samstöðinni og takk fyrir samveruna og takk fyrir baráttuna. Nú bara fundurinn, var þetta ekki góður fundur? Þetta var alveg frábær fundur og ég var bara snortinn af hvað mættu svakalega margir hérna og bara ég er djúpt snortinn. Hvað heldur þetta ekki hafi áhrif að koma svona saman? Ég vona það að þetta hafi áhrif á alþingismenn og ráðherra. Ef ekki þá er þetta ekki sú ríkisstjórn sem við kusum. Það er svolítið gaman að sjá því að það er margir sem kannski hafa haft orðið að þú ert svolítið svona ný típa á mótmælum. Þú ert ekki svona típa sem er alltaf á mótmælum. Hefur oft verið í mótmælum? Nei, ég verð nú viðurkenna það, ég hef ekki verið oft í mótmælum en ég er samt með mjög sterkar réttlætiskennd og hef alveg mætt á mótmæli áður en það er rétt hjá þér, ég er ekki á hverjum laugardegi. En þarna nú í gegnum þetta mál og þá skilur þú bara raunverulega, þá finnst þér skynja eins og við höfum talað við þetta, fólk finnur að það skiptir máli að koma svona saman. Já, og maður sér að eins og í þessu máli, fólki er misboðið bara af ranglætinu sem er í gangi og ef að þetta eru lögin og reglurnar sem gilda útlendingamál og fylgdarlausbörn þá eru reglurnar bara einfallega rangar og vittlausar. Og ég held að bara fólk sé almennt sammála um það. Og hvernig er líðanin í dag svona núna? Líðanin núna akkurat er miklu betri heldur en fyrir klukkutíma síðan. Það er búið að vera mjög mikla sveiflur í okkar andlegu líðan, okkar hjónana og fjölskylduna allrar og sjálfsögðu óskars. En að finna svona stuðning og er ómetanlegt. Takk fyrir og við kannski biðum þér að kynna þig fyrir þá hlustendur og áhorfendur sem ekki þekkja þig nú þegar. Já, ég heiti Svavar Jóhannsson. Og ert... Ég er fósturfaðir Óskars. Og var nú í löngu og góðu viðtali á samstöðunni með í gær. Ykkur þarf nú ekki að kynna heldur. Eru þið mótmælatýpurnar? Já. Ég á tamburinu heima sem hefur bara verið notað á mótmælum. Maður vígði í búsaldabildingunni, þannig að hún er bara, átt að vera notað í hljómsveitin, hefur bara verið notað á mótmælum hingað til. Þannig að ég myndi segja að ég væri sú típa, já. Og þú svona fannst í dag að þú þyrftir að mæta hingað? Já, bara sem faðir og manneskja með heila og hjarta, þá gat ég ekki fundið afsökun fyrir að mæta ekki. Ég bara varð að koma og fekk að segja nokkur orð og ég er sömuleiðis, ég er sendiherra UNICEF á Íslandi. Það er verið að þverbrjóta barnasáttmálann fram og tilbaka og það virðist ekki hafa neina afleiðingar í för með sér sem ég finnst mjög forvæntilegt. Hann var samþykktur í lög 2013, það er verið að brjóta hann, það gerist ekkert, ég skil ekki alveg hvers vegna. Þannig að mér fannst það skylda mín að mæta hérna og láti mér heyra og styðja við bakið á Óskari og hans fjölskyldu. Þakka fyrir, þú gekkst nú undir nafninu Ævar vísindamaður, lengi vel. Hvað ertu núna? Ævar mannúðarmaður? Já, bara Ævar Þór bara. En mannúðarmaður er ekki slæmt, það er hægt að hafa verri viðurnefni það. Vísindamaður og mannúðarmaður. Takk fyrir. Sigrún, þú ert svona augsjóla, bara þú ert dugleg í mótmælum, er ekki? Jú, og því miður. Af því að þú veist, það er alltaf einhver tilefni. Því miður á þessu litla landi sem á að vera á papírunum alltaf best með mannréttindi í forgangi og jari. Ég er alltaf hérna, finnst mér. En þú veist, auðvitað, hjarta kallar og hann er barn og þó hann væri líka bara fullorðinn gamall karl, þá væri ég hérna. Þetta er auðvitað bara spurningum að vera með hjarta á réttum stað og einmitt eins og hann sagði, þú veist, að vera að brjóta lög
Einhvern veginn getur maður bara ekki ímynda sér, maður hefur ennþá þá trú, þú veist, að þessi mótmæli og aðgerð hafi áhrif og hann bara mun ekki verða sendur. En er þetta eitthvað byrjað að hugsa, þú veist, hvað er hægt að gera? Hann verður sendur. Við ætlum að fara að ná í hann. Það er bara, þú veist, fram og tilbaka, þannig til hann verður bara hérna. Sko, við látum hann allavega ekki fara einan úr landi ef til þess kemur. Hann er okkar sonur og við munum gæta hans það sem eftir er. Finnst þið fólk í kringum þig vera dálítið hissa á ykkur í þessu eða er fólk bara yfir höfuð bara með? Já, ég held nú að margir séu svolítið hissa á okkur af því að við kannski hvað ég segja, sumir hafa sagt okkur eigi ekki nóga börnum þurfum við að bæta við ykkur en svona öllu grínu sleftu þá snýst þetta náttúrulega ekki um það, þarna kemur drengur inn í okkar líf og það var svo sem ekki planað og við tökum ástfóstri við hann og elskum hann og bara með tímanum eins og okkar eigin og svo kemur að þessum tímapunkti þegar honum er vísað á landi og hann lendir í sínum hremmingum í Kólumbíu og þá bara eins og allir foreldrar myndu gera, þá var ekki manna að ræða heldur en að fara og bjarga honum sko. En mann verður náttúrulega að hugsa til allra barnana sem eiga ekki svona foreldra og eiga kannski eins og fulltrúi UNICEF, þetta er gríðarlega ábyrgð að standa með þeim sem eru nafnlausu börnin og börnin á Gaza. Það benda á að því að konaðin var að segja mynd að hún á einhverja fyrrverandi vinkonu sem að búin að blokka hana á Facebook út af þessu vesenni. Þannig að það er alveg, þú veist, sem er þetta bara, þú veist, greinilega ekki góð vinkona, en þú veist, þetta er þetta alltaf ég meina eins og ég með Palestínu alltaf á hjartanu og þú veist, ég veit alveg að margir eru búin að blokka mig en þetta bara að sína mannúð það á ekki að þurfa einhvern veginn að blokka þú ert ekki einhvern veginn að biðja neitt þú ert bara að segja hvar óréttlætið liggur þú ert ekki að krefjast eins eða neins peninga eða neitt skilur, þetta er bara óréttlæti og að blokka einhvern út af því það er þetta bara fáránlegt. Já, það er alltaf búið upp svona svolítið búa til þá orðræðu að þessi verið að taka ef að þessu börnum er veitt athygli og stuðningur þá sé stuðningurinn tekinn frá einhverjum öðrum, kannski innlendum, er það ekki svolítið svona sem að... Það er bara miðflokkurinn. Það er bara miðflokkurinn. Svo líka alltaf óða mikið hræðsla að við sem að setja eitthvað fordæmi ef við leifum Óskari að vera hérna. Þetta er algjörlega einstakt mál, þetta er aldrei gerst áður. Og þetta mun ekki gerast neitt á næstinu aftur allavega. Þannig að það er ekki hægt að segja að sé að veit eitthvað fordæmi sem að aðrir geti þá hengt sig á til að koma til Íslands og fá hér hæli sem flóttamenn. Þetta er ekki útlendingamál, þetta er barnaverndarmál og þó að Óskar sé vissulega útlendingur. Þannig að það að veita honum vernd á Íslandi er ekki að gefa fordæmi til þess að fleiri þúsund fylgdalus börn komi hingað. Og þó svo væri, þá höfum við alveg pláss fyrir fleiri flóttamenn á Íslandi. Bara keep them coming, já, eins og klukkan segir. Viljið kynna ykkur svona? Ævar Þór Benediktsson. Sigrún Þula Jónsdóttir. Svavar Jóhannsson. Hjartans þakkir fyrir að spjalla við ykkur á samstöðinni og gangi ykkur vel áfram. Þarft hann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6. Já, þá ætlum við að slá á þráðinn norður til Akureyrar. Þar er hann Hilmar Þór Hilmarsson prófessor sem er tíðu gestur hérna við Rauðaborðið. Blessaður Hilmar. Sællvertu, góðan dag. Það er kannski eðlilegt að byrja á, ég hef ekki að segja fréttum dagsins, það er Donald Trump var að skrifa á samfélagsmiðlinn sinn sem hann rekur sjálfur að Putin væri búinn að missa það eiginlega. Er þetta merkileg yfirlýsing, Hilmar? Nei, mér finnst þetta málið er það að Evrópa og svo Bandaríki líka hafa verið að biðja vopnahlé og Rússar eru búin að segja það held ég meir en ára þeir hafa ekki áhuga á vopnahlé, þeir vilja friðarsamninga þar sem er ákveðnum skilyrðum fulla sem við höfum talað um þessi þætti og búið margoft og það hefur komið fram og þessum skilyrðum hefur ekki verið fullnægt og Rússar vilja ekki vopnahlé, þeir vilja
þeir vilja friðarsamninga og það ákveðin skilyrði sem þeir hafa sett sem eru hörð í augum Úkraínumanna sem vonir, sem Úkraínumenn hafa ekki viljað fallast á og meðan heldur stríðið áfram. Það sem vekur athygli núna það að það eru svo loftvarnir Úkraínu séu bara horfnar eða hafa veikst mikið. Þannig að það eru mikið eldflugum að lenda í borgum þarna, þar á meðal í Kiev og ég var að horfa á viðtal við utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Þetta svona Patriot Missiles, þegar vantar Patriot Missile Systems, loftvarnakerfi, að þau eru ekki til lengur í Bandaríkjunum og það er verið að reyna að útvega meira til Úkraínu en við sjáum bara Úkraína komin í slæma stöðu því árásirnar þær eru harðar og eru að lenda inn í borgunum. Sko. Það er ekkert að skjóta þetta áður þetta kemur en það er alveg ljóst að Zelenski hann að kalla eftir aðgerðum Vesturlanda og þá gjarnan refsiaðgerðum án þess að segja hvað það er og við vitum ekkert hvað menn að tala það er ekki hægt að beita neinum sérstökum refsiaðgerðum umfram það sem búið að gera nema að Bandaríkin sem hætti öllum viðskiptum við Indland eða Kína bara, hætti þeim viðskiptum eitthvað slíkt. Það gengur ekki upp. Mér fannst hann sagði Zelensky, Trump sagði everything out of his mouth causes problems. I don't like it. And it better stop. Bara að segja að hann bara að segja um að halda sig saman og hann bara að segja um að það segi ekki meira. Þannig að þetta sé bara spilli fyrir. Og hann segir þetta fyrir hann samfélagsmiðla eins og bara hann gerir iðulega án þess kannski að sé búið að hugsa það mikið stundum á næturnar. Og reyndar það með Trump að hann stundum hefur hann einhverja skoðun núna og svo eftir klukkutíma þá var hann komið eitthvað allt annað en eins og til þess með tollana á Evrópusambandi en það kemur mér ekki óvart að árásinnahaldi áfram, það kemur mér óvart að koma þessi yfirlýsingar Bandaríkjanna að loftvarnakerfin, eldflugveldarnir fyrir loftvarnakerfin sé ekki til lengur þar og Evrópa er náttúrulega í slæmri stöðu líka. Macron hefur sagt að þessi bara komnir á botninn varðandi vopn, en að staðan slæm og ég kemur ekki óvart að stríðið haldi áfram ef að það er þannig að Zelensky vill ekki gefa neitt eftir og Rússa vill ekki gefa neitt eftir og það er með tvo samningsaðila sem gera ítörsku kröfur, hvoruðu vill gefa neitt eftir, þá er ekki því niðurstaða. Og þess að tala um vopnahlé, ég skil ekki alveg, það kannski þú skilir það betur, af hverju Evrópa er að tala um vopnahlé, það er búið að liggja fyrir í meira en ára, það er vopnahlé eitt sér er ekki nóg fyrir Rússana, báðir aðilar verða að vera með. Og ég skil ekki hvað það er, nema það að ég veit ekki hvort þetta er að því Evrópa telur að það sé betra að halda stríðinu áfram, vilja halda stríðinu áfram, vonum að eitthvað breytist og vilji raunverulega ekki semja og það sem Bandaríkjamenn hafa þó verið að reyna að gera í að koma á friði, hefur Evrópa ekki stutt og svo var vekur líka athygli mína þegar ég og þú höfum verið að ræða þessi mál í meir en 3 ár að þá hefur alltaf verið sagt að þessi vilji semja, hvort sem það er vopnahlé eða friðarsamningar að það séu ykkur í Chamberlain, þeir luti svo Chamberlain og verið að semja við Hitler og verið gert lítið úr slíkum aðilum eða sagt að það séu pútinistar. Núna eru ansi margir Chamberlainar og pútinistar í Evrópu, leiðtogar Evrópu, allir að biðja samninga og vopnahlé. Þannig að þetta er algjörlega snúist við, áður var ekki hægt að semja, það mátti ekki semja, það var að berjast síðasta manns, en núna er þetta algjörlega snúist við. Og það vekur athygli mína, en ég meina ég held að til þess að fá vopnahlé, þá þarf að skoða kröfur Rússa og ákveða hvernig ég bregðast við þeim og hvort það sé að finna ykkur að málamiðlins. En ef maður ræður í þetta, ég veit ekki hvort að það sé ráðlegt að reyna að ráða í nætur tíst Trump, en til dæmis það sem hann segir Zelensky er ekkert nýtt. Hann hefur eiginlega sagt þetta allan tíman að og til dæmis á frægu fundi í Hvíta húsinu að hann væri bara að ýta með sinni orðræðu, ýta okkur í 3. heimsstyrjöldina og þar fundi göttunum. Hann hefur áður sagt að Zelensky trufli bara og hann er svo herskár að orðræða hans mun aldrei leiða til þess að setja ná okkur viðræðum. Trump hefur hins vegar svona gefið til kynna að það væri hægt að ná frið með því að ef að Úkraína gæfi eftir eitthvað landsvæði og annað slíkt. En þarna er hann að segja að Putin ætli sér alla Úkraínu sem er eiginlega svona ný lína frá Trump
og raunverulega ný lína frá flestum sem hafa verið að greina það hver væri þá svona kröfur sem að Rússar gætu sætt sig við í einhverjum mögulegum samningum. En þarna segir hann og talar eins og Pútín hafi bara mist vitið, hann ætla sér að taka alla Úkraínu. Er þetta, heldur þetta sé eitthvað sem að Trump hefur frá sinni leyniþjónustu eða úr samtölum við Pútín eða einhver áhrifamenn þar, að raunverulega sé staðan í þessu stríði orðin miklu verið núna en Trump og hans félagar mátu bara fyrir 1 mánuði, 2 mánuðum? Og Pútín hefur verið, rússnesk yfirvöld hafa verið að biðja að fá þessi 4 óblast sem eru þarna og ekki bara það sem þau eru að taka heldur eftir það sem þau eru eftir að taka, að telja sig geta tekið bara með lengri tíma. Það það sem hann hefur krafist og hann hefur krafist NATO, Úkraína fær ekki NATO verið hlutlaus, það eru deilur út af gjaldeyrisvarasjóð Rússlands og svo náttúrulega vill hann örugglega ekki borga neina stríðsskaðabætur, það hafi líka orðið tjón í Rússlandi, þannig að ég held að hann vilja gera neitt eftir því. Þannig að en ég hef aldrei sjálfur haft trú, vandinn í alþjóðasamskiptum er það að þú kemst ekki inn í höfuðið á þjóðarleiðtogunum og ég veit ekki nákvæmlega hvað Pútín er að hugsa, ég veit það, get aldrei vita það. Og svo verður ég að skjóta því inn að kannski vill maður heldur ekki fara inn í höfuðið á sumum af þessum mönnum. Nei, ég meina þú getur aldrei vita, ég get ekki vita alveg fyrir víst hvað Pútín er að hugsa. Ég get aldrei vita, ég get heldur aldrei vita alveg nákvæmlega hvað Trump er að hugsa eða Zelenski. Ég meina það getur verið að Zelenski sé tilbúin að gefa eitthvað eftir, hann vill bara ekki hafa frumkvæði að segja það, af því hann pólitískt er það bara ekki eitthvað sem gengur upp fyrir hann. En sko, þannig að þeir eru með spil á hendi og veist ekki, ég hef aldrei haft trú að því að ég held að Pútín sé aðalega hugsa svæðin í Úkraínu sem eru Rússar annarkvort í meiri hluta mjög fjölmennir og síðan mikilvægar borgir, ég held að Odessa sé stærsta hafnaborg á Svartahafinu, hann hafi áhuga á henni og Kharkiv sem var einu sinni höfuðborg Úkraínu sem mjög stór borg, eitthvað svoleiðis en hann taka alla borgin og fara allar inn að landamærum Póllands. Mér finnst það fyrir eitthvað langs og þetta er landið bara 600.000 ferkilometra og þegar þú ert komin þarna vestur þá ertu eiginlega eingöngu Úkraínumenn sem búa þarna og þeir myndu berjast mjög hart sko, þannig að ég hef ekki trú á því en ég veit það ekki, ég sá að Trump sagði þetta, Pútín vildi nú bara taka alla Úkraínu en það sem vekur athygli samt sem ef að loftvarnir Úkraínu eru bara hættar að virka og þeir hafi ekki eldfluga lengur til að verja sig, þeir get ekki varið sig lengur, þá er það náttúrulega sko vandamál og þá náttúrulega getur hvatt Pútín til að taka meira af landinu og ég held að með tímanum muni kröfur Pútín bara herðast. Það er að segja ef þetta heldur svona áfram að hann hefur meira vopnum, hann með öflugri vopnaiðnað, hann hefur meiri stjórn á sínum vopnaðinni, Bandaríkjunum með vopnaðir en held ég meira með einkavæddur. Bandarískir að kaupa vopni dýru verði á meðan ég held í Rússlandi sé þetta aðalega ríkið sem framleiðir þetta og bara til tilskipunum og þannig að sko ég að þessu leyti þá held ég að krafa Pútín muni bara vaxa en ekki minnka eftir því sem framleiða stundir. Þannig að þetta er ekki og það skilja alveg að Trump skuli vera farin að segja hluti og ég meina það er engum tilgangi fyrir Trump að segja að Pútín sé orðinn brjálaður, ég meina auðvitað stríð brjálaði, ég meina stríðið í Afganistan sem stóð í 20 ár var brjálaði, stríðið í Vietnam var brjálaði, auðvitað stríð brjálaði en ég meina held að Pútín sé ekki orðinn brjálaður, hann bara að gera eitthvað sem hann heldur að muni styrkja stöðu Rússa og kannski hann að vona að það muni binda enda á stríði þeir ef hann herðir sókn. Hvort að það sé rétt eða ekki og hvort að það rætist, það veit ég ekki En má ekki vera að sé hægt að túlka þetta tíst Trump þannig að hann horfir á, eins og þú ert að benda á að loftvarnirnar eru að bresta og þannig að Rússar hafa meiri aðgengi í því að gera loftárásir á þær borgir sem alltaf ná og raunverulega borgir sem þeir kannski alltaf heldur ekki að ná bara til þess að valda sem mestum skaða og Trump uppbylur það að Pútín hafi kannski stöðu til þess að ná jafnvel meiri landsvæðum að kröfur hans séu að vaksa og hann segir að hann sé orðin brjálaður. Hann bendir á að allt sem að Zelenski segir er þetta bara til þess að magna ófriðin og fjarlæga okkur frá því að ná okkur friði og endanum þá segir hann þetta er bara ekki mitt stríð, þetta er stríð Zelenski og Pútins og Bidens og ég fæ hendur mínar að þessu og eins og hann segir bara yfirgef þetta og bara það gerist sem að við mun gerast. Thank you very much, goodbye.
Já, ég held að það sé rétt greining. Ég held að sko, hann getur ekkert gert. Það er kannski tvennt sem hann getur gert. Hann getur reyndað að þvinga Zelenský til að fallast á megin kröfur Pútín og fá stríðið það hætti. Það gengur ekki upp af því að Zelenský getur það ekki og hann vill það sennilega ekki og hann getur það ekki. Evrópa vill það ekki. Þeir tala ennþá harðari refsiaðgerðir. Það er ekki hægt að aflétta refsiaðgerðunum nema að Evrópa séu með borð því að mikið af refsiaðgerðunum og mesta gjaldeyrisvarðaforðunum sem að Rússland er búið að taka að frista frá Rússlandi í Evrópu. Það er ekki hægt að semja. Þannig að hvað gerir hann þá? Þá segir hann ég er hættur, ég er farinn. Þið getið átt þetta vandamál. Og ég held að það sé alveg lógist sko. Ég meina ef hann getur ekki fengið neinar tilslakanir í Úkraínu og ef að Evrópa hefur engan áhuga á því að hætta þessu stríði og þeir eru að koma með alls konar hugmyndir eins og að senda NATO-hermenn inn í Úkraínu og kalla á friðargæsluliða og svo framvegis, þá er ekki hægt að semja og þá kemur að því, held ég, og þetta er réttur, að þá muni Trump segja, ok, það eina sem ég get gert er að fara frá þessu. Ég hef bara önnur mál í gangi sem eru mikilvægir en þetta og það er þá aðalega Austur-Asía og Kína, en svo náttúrulega er ástandið fyrir botni Miðjarðarhafs slæmt og því miður í utanríkismálum þá hefur Trump ekki náð neinum árangur frá því hann kom til valda. Ég meina, Úkraínu vandamálið er ennþá til staðar, það er bara versna og staðan til botni Miðjarðarhafs er algjör skelfing og ég er alveg sammála Trump sko að það er alveg skelfilegt að horfa upp á þetta mannfall og sé verið að sprengja þetta inn í borgir og konur og börn deyja algjörlega saklaust fólk sem er bara vill svo til að það er á röngum stað á röngum tíma. Ég hefði gjarnan vilja hann segja það sama Gazasvæðið að þetta væri hörmulegt og tala ekki segja eitthvað Netanyahu sem er sambærilegt það sem hann sagði Trump, sem hann sagði Putin. Ég hef ekki heyrt það, hefur þú heyrt það? Nei, ég hef ekki heyrt það. Herðu, en Hilmar, ég ætlaði að ræða við annað mál hérna áður en að Trump sendi frá sér þetta skeyti. Ég ætlaði að ræða við Ísland og Evrópu af því það er í stjórnarsáttmálanum að það eigi að ganga til atkvæða ekki á næsta ári heldur það næsta þjóðaratkvæðagreiðsla hvort að ég halda áfram aðildarviðræðunum og það er í stjórnarsáttmálunum að ég kalla til erlenda sérfræðinga til þess að meta krónuna og evruna enn einu sinni. Það er búið að vera mikið mat á því fram og tilbaka og þetta kemur bara, það eru kostur og gallar að báðum eigin og svona. En það er í stjórnarsáttmálunum. Og þetta er náttúrulega gríðarlega mikið mál og svona þungt og seigfljótandi og maður myndi ætla það að í aðdraganda svona þjóðaratkvæðagreiðslu þyrfti að vera mjög öflug og víð umræða þetta en það hefur ekkert mikið farið fyrir henni. Nei. Hvað má ég spyrja þig svona hvernig þú metur það svona stöðu Íslands og Evrópu og hefur það áhrif á þær vangaveltur hver staðan er í Evrópu bæði út af öryggissjónarmiðum, út af kröfum aukin útgjöld til hernaðar, ríki eru að taka meiri lán til þess að standa undir hergagnaframleiðslu sem að mögulega gætu þá bara veikt evruna, ég kann ekki að meta það og svo er náttúrulega stjórnmála óvissa í Evrópu og svona margt í deglunni. Myndur þú segja að þetta væri svona heppilegur tími fyrir okkur að leggja þessa spurningu á borði hvort þau ættum að labba að inn? Nei og það náttúrulega við náttúrulega löpum ekki þetta niður, það tækir mörg ár að gera þetta er mjög flókin aðgerð, líka stjórnarskráin á Íslandi, hún gerir þetta ekkert auðvelt en ef maður spyrjar á varðandi stjórn segir náttúrulega að kjósa það ekki síðar en 2027 og þá er 1 ár eftir að kjörtímabilinu eða verið á því ári. Hvernig á að gera þetta? Maður hefur hvergi fengið og maður spyr þá er því bara ekki svarað. Fólk er ekki virt svars sem vill hafa umræðu þetta og ég held að sé mjög mikilvægt að fara fram umræðu en ef að ríkisstjórnin vill ekki segja og vill ekki tala neitt þetta til hvers er nú þá með þetta inni og svo líka þetta með að fá sérfræðinga það voru gerðar ítarlegar athuganir á Seðlabankans 2012 til dæmis og 2018 þá var talað að taka upp myntráð sem ég held að sé tómvillesa kom út úr þeirri rannsókn það var fengið prófessorar frá Svíþjóð frá Lundi til að skrifa það ég held að það hendi ekki Íslandi, það myndi henda löndum eins og Íslandi til dæmis, nei, alls ekki Íslandi. Hilmar, verður að slóta hér inn, hvað er myntráð fyrir þá hlustendur sem að lása ekki þessa skýrslu? Hvað fyrirbrigði er það? Þá var hugmyndin svo að
Ísland gæfi bara út krónur sem væru bakkaðar upp af gjaldeyri sem við eigum. Þú gæfir ekki út neitt meira af krónum heldur en til í gjaldeyrisvaraforða eða til einhvers staðar sem íslenska ríkið hefur yfir að ráða getur þess vegna leyst inn alla krónuna til sín. Þetta gerði Ísland. Verðbólga í Íslandi og Lettland og Litáen, hún fór í 1000% þegar Sovétríkin féll eða eitthvað svoleiðis. Það var algjör kaos. Þau tóku upp myntráð, með Svíar studdu þetta og þá gátu þeir bara þá er ekki þá bara væri krónan og kannski evran væri þá myndi vera nota samhliða sem gjaldmiðill, krónan væri ennþá til. En myntráð hefur engan sjóð til þess að hjálpa, segjum að bankarnir þrír sem við erum með, hvað eru margir, það eru 3 stóri bankar allavega, ef að þeir lenti í vandræðum og þeir þyrftu að fá aðstoð, þá er Seðlabankinn, hann þrautavara, þú veist, hann lender of last resort, þrautavara banki, slíkt myntráð myndi ekki leyfa það, því það hefði bara peninga til að leysa inn krónur ef það þurfti að halda og taka þær allar inn þess vegna og láta það evrur í staðinn. Og svo náttúrulega og myntráð geti heldur ekki lána ríkinu, núna Seðlabankinn lánastofnun ríkisins að hann liðkast til fyrir lántöku ríkisins og það á hans vegum. Hann gæti ekki gert neitt slíkt. Þannig að hann myndi hafa mjög takmarkað vald og það sem þetta var Lars Jónung sem nú þekktur prófessor frá Svíþjóð sem ég hef verið í sambandi við, ég reyndar bara í tölvupóstina því að ég hef verið að skrifa þetta líka áður fyrr. Að hann talaði þetta, en þetta var ekki, þessi leið var ekki farin og það sem ég finnst líka vekja athygli að það er allt annað ef þú ætlar að taka upp myntráð, ef þú ert með bankakerfi sem miklu leyti í eigu Íslendinga og íslenskra fyrirtækja, bankakerfi Íslandi í miklu leyti í eigu íslenskra lífeyrissjóða. Þannig við erum og ríkisins, Landsbankinn í eigu ríkisins. Já, það er Landsbankinn og svo var talsverður hlutur á Íslandsbanka og þetta mikið, þannig að þegar við erum að tala vaxtaokrið þá erum við lífeyrissjóðirnir að fá mikið af þessu sjálfur, þeir fá þetta og borga svo okkur út seinna. Ég meina ef þeir okra ég er ekki að afsaka vaxtaokrið, ég bara að segja það að lífeyrissjóðirnir, allir þessi stóru hagnaður sem kemur á bönkunum, hann fer að miklu leyti í lífeyrissjóðina sem á að fjármagna okkur þegar við förum á eftirlaun og svo líka fara þeir til ríkisins, eins og bendir á, þá Landsbankinn langmestu leyti í eigu ríkisins, en allavega ef að þú varst að tala Eistland til dæmis, sem var vísað í þegar Lars Jónung var að kynna þetta, að þá það þannig að í Eistlandi, þá þessi bankar í þessum löndum þarna á Íslandi, Lettland og Litáen, þeir eru að mestu leyti í eigu erlendra aðila. Svíar eru það langstærstir, en það eru fleiri, Danske Bank hefur verið þarna fleiri bankar og normenn líka. Þetta mest í eigu norrænna banka, þannig ef að þeir myndu lenda í vandræðum, þá myndi Ríkisbank koma leið, held ég, og grípa inn í atburðarásina því að þeir eiga þetta. Hér á landi er ekki slíkt til, en mér finnst þessi hugmynd gölluð, enda hlaut hún ekki brautagengi og ég hef talað þetta við Seðlabanka, starfsmenn Seðlabanka, sérfræðinga nokkra og þeim leist ekkert á þessa hugmynd. Þá eru valkostirnir sem eftir eru krónan sem við erum að þekkja, en ég meina hún er svo sem breyst það er ekki krónan undanfarin 10 ár er ekki kannski sambærileg og krónan var á 10. áratugnum eða 8. áratugnum. Það er ekki verið þessi sveiflur á krónunni sem við þekktum þegar við vorum yngri, Hilmar. Það er annars hún og svo er það hins vegar evran. Það sem ég var eiginlega að koma að í spurningunni var hvort að þessi breyting sem á sér stað í Evrópu, að nú voru til dæmis Þjóðverjarnir sem hafa verið svona kjölfestan í evrunni að samþykkja það að leyfa ríkinu að skulda meira því þeir þurfa að fjármagna hernaðaruppbyggingu. Hafa þessar ákvarðanir sem augljóst að hvert Evrópuríki fellur öðru muntaka og ríki sem inn í evru að auka skuldi sína til þess að fjármagna hernaðaruppbyggingu, mun það hafa áhrif á styrk evrunar? Já, ég held að evrusvæðið sé verulega miklu vandi og það er ekkert langt síðan að Seðlabanki Evrópu gátt viðvörun að það geti verið skuldakrísa inn á þessu svæði og það sem gerist núna eins og út að benda á það hernaðaruppbygging í gangi og Þjóðverjar eru búin að afnema þessar reglur sem þeir með ekki verið með halla, samkvæmt Maastricht-samkomulaginu má ekki halla ríkissjóði verið með 3% af vergri landsframleiðslu og skuldir ekki nema 60%. Þetta er löngu sprungið. Og það sem gerist, það sem hefur gerst líka það, að kreppur eru svo tíðar. Við vorum í kreppu 2008-2009, sem var alþjóðleg kreppa sem var mjög erfið. Síðan kemur COVID,
síðan kemur Úkraínustríðið og þar hafa verið mjög tíðar kreppur og þessi lönd hafa ekkert náð að jafna sig inn á milli. Ísland hefur hins vegar náð að jafna sig. Okkar skuldastaða núna sem ég síðast ég gáði svona 60% af vergri landsframleiðslu cirka sem við skuldum, en það eru mörg lönd miklu verið sett. Ég meina, sko, Ítalía kannski 140% sem stórt hagkerfi. Þetta þriðastærsta hagkerfi Evrópu, Frakkland annarstærsta hagkerfið kannski 110-120% núna kannski. Já, og helmingi meira og það eru mörg önnur lönd, en þessi stóru bitar, þetta var voðalega ekki bara Grikkland, það var með allt í klessu og það var ekki hægt að, þetta eins og Hotel California, you can check in but you can never leave, þú getur ekki, ef þú ferðin í myndbandalag, þá ferði ekki það út auðvitað aftur og það var ekki hægt að láta Grikkland fara út. Grikkland fór inn í evrusvæðið á fölsum þjóðhagsreikningum og svo uppgötaðist það seinna, þetta var ekkert að marka þessa þjóðhagsreikninga og þeir voru miklu verið settir heldur en að var talið. En svo núna við hins vegar komið með þessu stór Ítalía, Frakkland og Þýskaland komið yfir líka og ekkert aflögufært lengur og þeir eru búin að afnema, kanslari Nýi var að lýsa því yfir að afnema svo kallað fiscal rules sem þessar reglur sem ég var að vísi í Þýskalandi til þess að þeir gætu byggt upp öflugri her. Og svo kemur líka Anna að hann hefur lýst í yfir að Þýskaland þurfa að hafa öflugustu her í Evrópu og tók held ég fram sérstaklega þegar þetta er öflugri her heldur en Bretland. Þarna sérðu sko Bandaríkin að draga sig út og þá byrja þessi lönd að keppa hver stærðstur og hver sterkastur og við höfum séð það tvær heimsstyrjaldir koma út úr því. En allavega Þjóðverjar eru nú að tala um að fara að byggja upp öflugustu her í Evrópu sem þurfa að vera sterkari en Bretland og væntanlega sterkari en Frakkland líka og þetta þýðir náttúrulega það að það verður meiri óvissa og líka það að þessi lönd byrja á vondum stað, þau byrja með all slæmum skuldastað. Þegar í kreppunni 2009, þá var svigrúm og svo COVID, já, kannski. En svo þegar Úkraínustríðið kemur og núna, þá ekkert svigrúm lengur, þau eru illa stödd þegar þau byrja og það þarf að líða alltaf, sko, við vitum að koma kreppur öðru hverju, en það þarf að líða ákveðið tímabil þess að löndi jafni sig, en þau hafa ekkert náð að jafna sig. Við hins vegar náðum að jafna okkur og meðalans af því að 2016 var sett töluvert gjald á alla sem tóku peninga út eftir hrunið, sem tóku gjaldir út úr Íslandi eftir hrunið, á sett gjald sem var stór biti, þannig að við vorum með mikinn afgangur ríkissjóð á tímabili, þannig að okkar skuldastaða, hún miklu skárri heldur en, og ég meina, í meðaltal skulda Evrópusambandsins, sum lönd skulda frekar lítið, það samt sem kannski 90%. Ekki okkur 60%. Þannig að sko, mér líst ekki sérstaklega vel á þetta fyrir þess að gríðarlega miklu óvissu og svo að vera að tala um að setja tolla, Trump að setja tolla á Evrópusambandið. Við vitum að Trump fyrirlítur Evrópusambandið og hann fyrirlítur marga af leiðtogum Evrópu. Það getur alltaf komið okkur við eins og þú bentir á að það mun taka okkur langan tíma að fara þarna inn og ég meina að þess að ég segi að óskonum ykkur stauða þá verður Trump líklega bara dáinn þegar að því kemur. Þannig að... Já, ég veit ekki, það má vel vera. En allavega það, sko, við þurfum að vera eftir að við farin í Evrópusambandið, þá þurfum við að vera í minnstakosti 2 ár áður tekið upp evruna og sennilega mun lengur. Við þurfum að fullnægja ákveðnum kröfum líka verðbólgu og slíka hluti sem ekkert víst að við fullnægjum þá skuldastaðan okkar sé alveg sæmileg og okkar staða í ríkisfjármálum, hún ekkert afleidd. Nei, mér langaði einmitt að spyrja það, Hilmar, af því að stundum við talaðum þetta hlutfall og við erum kannski með svipað skuldir af landsframleiðslu, ríkisskuldir, opinberar skuldir og Þýskaland. Munurinn hins vegar sá að íslenska ríki borgar miklu hærri vexti af þessum skuldum og ég man að einhvern tímann nefndi ég að rekna það og bar saman vaxtabyrði ríkisins á Ítalíu sem að skuldar næstu 150% landsframleiðslu og íslenska ríkisins sem bara rétt yfir 60 að íslenska ríkið að borga vaxtabyrðin miklu hærri á Íslandi þó svo að hlutfallið sé lægra vegna þess að við erum með krónu og hærri vexti. Já, það ákveðin óhagræði. Seðlabanki Evrópu stendur á bakvið allt Evrópusambandið en samt sem áður þá höfum við ekki það hefur ekki það getur vel verið við sem að borga hærri vexti og það segjum til dæmis ef að Grikkland segði þessi út úr Evrópusambandið þá myndir þeir borga mun hærri vexti heldur en að þeir borga í dag. Þeir myndir bara drukna þann daginn, Hilmar, eða ekki? Hvað séu? Þeir myndu bara drukna þann daginn ef þau færi út úr Evrópusambandinu. Já, það myndi vera mjög erfitt, en ef við erum að horfa bara á stöðu, evran var sett á fót 1999, ef við skoðum hagvöxt hjá evrusvæðinu
og Íslandi á þessu tímabili þá hún 1,4% af meðaltali á Evrópusvæðinu en 3,1% á Íslandi hagvöxtur. En það reyndar ekki inn í því að Ísland við okkur hefur fjölgað, við höfum verið að flytja inn vinnuafl. Ef þú tekur þetta, ég að taka þetta sem stærð hagkerfisins, okkar hagkerfið þanist út töluvert mikið á þessum frá 1999 til 2024 tæplegum á aldarfjórðungi. Við höfum stækkað mjög mikið og við höfum verið að taka inn mikið af erlendu vinnuafli, en ef þú leiðréttir fyrir fólksfjölda, sem ég búin að prófa líka að gera, að þá myndi það því að með þessar tölur, þá tekur það 40 ár fyrir okkur að tvöfalda verga landframleiðslu á mann á raunvirði, en Evrópusambandið meira en 60 ár. Svo náttúrulega fyrir utan það, þá eru við með atvinnuleysi sem við vorum á þessu tímabili 25 ára með 4,4% atvinnuleysi og að meina Evrópusambandið með 9%. Við erum að nýta okkar vinnuafl mun betur heldur en þeir, en á móti kemur að verðbólga okkar var 4,9% en hjá þeim 2,1%. Þeirra verðbólgumarkmiðið 2,2% og þeir eru með 2,1%, þeir eru nokkurn veginn á markmiðinu. Við höfum ekki náð því, við erum með 2,5% eins og Noregur til dæmis, við erum með sveiflukenndara hagkerfi og ég held að Noregur sé með það líka. Seðlabankar eru venjulega með 2% eða 2,5% eitthvað slíkt. En við erum með minna atvinnuleysi á móti. En við erum með minna atvinnuleysi á móti. Já, verðbólgan okkur hærri 4,9%. Já, við erum með minna atvinnuleysi, við erum með mun meiri hagvöxt, það mun meiri kraftur í okkar hagkerfi og ég held að sveigjanleg efnahagsstefna í ríkisfjármálum og peningamálum ef hún geti verið góð og ég Seðlabankinn líka, ég man eftir því hrunið 2009 þá var Seðlabankinn algjörlega breytt. Þá var gerð ný lög og það var sett á fótus peningastefnunefnd, fjármálastöðugleikanefnd, ég man hvað heitir, og síðan fjármálaeftirlitsnefnd og það eru miklu betri fagmenn í Seðlabankanum núna heldur en voru þá og Seðlabankinn miklu öflugri heldur en það var þá. Það miklu, maður sér það, það ekkert langt síðan ég var þar á fundi og hitti þarna einn af þeirra helstu sérfræðingum og það miklu meiri fagmennska þar en það sem vandamál náttúrulega sem gerist varðandi verðbólgan sem hefur verið núna, sem hefur verið mjög þrálát, hún ekki eins og oft vegna eftirspurnar, vegna þenslu í eftirspurn. Þetta ekki frá eftirspurnarlið, þetta miklu leyti frá framboðslið og það mjög erfitt að eiga við það ef það verðbólga frá eftirspurnarlið, þá getur glímt við hana með vaxtahækkunum með því að reyna að draga úr eftirspurn, með því að gera dýrar að taka lán. Hins vegar ef hún frá framboðslið eins og í COVID, þú voru að loka fyrirtækjum, þú voru að stöðva alls konar starfsemi, það ekki vegna þenslu, það vegna þá myndast verðbólga því það bara verður vöruskortur eða útgrænsið þegar það verður til dæmis eða í Miðausturlöndum þegar tímabili stöðvaðist eða drógu flutningum á Rauðahafinu. Það getur stafað því það bara skortur ákveðnum vörum, ákveðnum hlutum og þá hækkar verðið út af því. Eins og við þekkjum frá húsnæðismarkaðnum, hann drífur áfram verðbólguna vegna skorts, en það vandamál á framleiðsluhliðin ekki eftirspurnarlið. Já, það alveg rétt, það getur verið að við erum að gera greinum á því að vaxtahækkanir til þess að stýra verðlagi út með vaxtahækkunum, það gengur miklu betur ef þú ert með eftirspurna, áfram eftirspurn og það þenslu þannig, en það gengur verr og kannski ekki á þeim stöðum þar sem þú ert með það sem þú ert með skort vegna það sem að kalla í COVID broken supply chains. Svo það líka annað að við mælum verðbólguna öðruvísi heldur en Evrópusambandið. Við erum með samræmda vísitölu neysluverðs, Consumer Price Index, á meðan að Evrópusambandið notar samræmda vísitölu neysluverðs sem Harmonized Consumer Price Index og inn í því hjá Evrópusambandið ekki húsnæðisliðurinn sem þú varst að nefna sem að við höfum verið í vandræðum með vegna þess að við erum skort á húsnæðarlandinu og mikil hækkun á húsnæði sem að ýkir verðbólguna hjá okkur. Ef þú ert að bera sama verðbólguna sem Seðlabanki Evrópu gefur upp og verðbólguna sem Seðlabanki Íslands gefur upp, að þá töluvert skekkja bara því þeir eru ekki að mæla
það mæliskekkja af því við erum með aðra aðferðafræði heldur en þeir. En Hilmar, má ég aðeins að því að nú erum við að líklega sigla inn í kannski 2-3 ár af svona Evrópuumræðu, það bara óhjákvæmilegt og ég svolítið að nota því til þess að draga svona einhverja línur sem að við munum kannski halda svona áfram með rauðaborðið og fá þig og fleiri aftur til þess að ræða. Eitt af þessu sem alltaf verið að stilla upp eins og þú hefur svo sem gert að hér ertu með Ísland og krónusvæðið og hérna ertu með Evrusvæðið og þetta náttúrulega munurinn svo gigantískur á þessum svæðum að maður velti fyrir sér býtu þetta sanngjarn samanburður við getum tekið kannski akkur berum við ekki saman bara Ísland og Luxemburg sem eru bæði svona lítil hagkerfi sem hafi bæði farið í gegnum svona svolítið svona boom og vöxt, það var gríðarleg fjölgun íbúa í Luxemburg svona fyrr á öldinni þegar ég var að leita að einhverju landi sem hefði fengið jafnt hraða fjölgun erlendra ríkisborgara þá fann ég að það var sambreytt ástand sem hafði verið í Luxemburg og ég var svona velta fyrir mig hvort það hefði verið sama álaga á grunnkerfin þar, skólana og húsnæðiskerfi og gat ekki fundið það var eins og þeim auðnast einhvern veginn að mæta þessu betur en væri ekki eðlilega fyrir okkur að finna eitthvað svona svæði inn í Evrusvæðinu sem að hefur notið til dæmis gríðarleg fjölgun túrisma eða eitthvað slík eða svona uppgangs í hagkerfinu í staðin fyrir að vera að bera okkur 400 saman við, guð má vita hvað eru margir inn í Evrusvæðinu, ekki 300 milljónir eða eitthvað? Ég hef skrifað 2 bækur nýlega, eina 2018 og 2023, þar sem ég að bera saman Ísland við Norðurlöndin og við Eystrasaltsríkin og svo Vísegrænlöndin. En ég hef gert það og þessar bækur eru bara til, ég meina þær eru á Amazon, ég meina ég sé að skamma þig sem hefur svarað þessu spurningum, en ég að nefna þetta. Ég hef verið að fjalla þetta, ég að skrifa bókakafla núna sem ég að bera saman Íslandi Evrusvæði. Þetta alveg rétt sem þú segir, auðvitað eru löndin misjöfn, en okkar kerfi eru þannig að við getum borið okkur saman við hin Norðurlöndin, við getum gert það og ef við skoðum Noreg, þá eru þeir með sín eigin gjaldmiðil, sín eigin krónu sem hafa stundum verið í vandræðum með eins og við með okkar krónu. Svíarnir höfnuðu evrunni í þjóðaratkvæðagreiðslu og eru með sína krónu. Danir eru með fastgengistefnu við evruna og okkur hefur bara gengið sæmilega í samanburði við þessi lönd. Ef við skoðum Eystrasaltsríkin, þau eru með fastgengistefnu og þegar ég var að vinna í Alþjóðabankanum á sínum tíma, ég var að byrja að vinna það 1990-91 þá heldur margir að þessi lönd myndu bara ná Norðurlöndunum á kannski 30 árum, kannski jafnvel fyrr. Þau eru ennþá langt á eftir, þau eru með fastgengistefnu. Þau hafa verið með mikið atvinnuleysi sem reyndar hefur eitthvað verið að minnka. Það er eðlilegt þegar lönd fara úr áhersnubúskap yfir í markaðshagkerfi að þá það er eðlilegt að þau þá er það mjög stór hluti af fólki eða tölvöld gömlu fólki sem passar ekkert inn í markaðshagkerfi sem gat unnið í áætlunarbúskap en það verður mikið atvinnuleysi en allavega ef við skoðum hagvöxt og allt þarna þá hefur þetta allt saman gengið frekar treglega það hefur lengi verið mikið atvinnuleysi gríðarlega mikið fólksflótti þarna ætti í dag að vera 12 milljónir manna en eru bara 6 og ekki mikill hagvöxtur og svo bætist við staðan í Evrópu að Evrópa predikar það að Pútín ætla að taka bara alla Evrópu og gleypa alla Evrópu kannski bara, margir eru með þessa hugmynd og ég hef verið að fara til Eystrasaltsríkjum að kenna þar í 20 ár og maður spyrir þeir tala svona, hvað haldið þið að margir fyrirtæki vilji fjárfesta í ykkar löndum ef þeir eru að predika þá tala það að það verður bara loftarásir inn í Ríga og Tallinn og Vilnius svipað eins og í Kiev og þeir tala mikið þetta það verði bara, þessi lönd verði bara tekin og þessi bara nokkur ár Pútín muni jafna sig í nokkur ár eftir að Úkraína er fallin ef hún fellur í þeim skilningi ég held hún falli í þeim skilningi að hún tapar töluvert miklu landi og miklum auðlindum en hún tapar ekki ég er ekki sammála á Trump að Pútín taki alla Úkraínu nema og Úkraínu herinn bara algjörlega hrynji en ég hef ekki talið það líklegt en þessi, ef við berum okkur saman við Norðurlöndin þá gengur okkur bara sæmilega vel, bara eina landi þar sem með evruna er Finnland Má ég spyrja það einu öðru að því að
eins og ég hef sagt áður, þá er ég að velta fyrir mig hvernig umræðin muni þróa næstu 2 árin í Evrópumálum. Ein röki sem við munum heyra þegar menn eins og þú koma fram með samanburð og eitthvað fleira og svo koma ykkur aðri með annan samanburð sem á eitthvað að rökstyðja aðra niðurstöðu og þá mun koma fram fólk og segja, við getum alveg talað svona endalust og það er að finna kosti og galla. Þegar uppi staðið verður spurningin með hverjum ætlar að vera í heimi sem í háskalegri stöðu og okkar staður Evrópa, það sem fólk sem næst okkur, samfélög sem eru líkust okkur, hagsmunir sem eru okkar hagsmunir og þar höfum við götunum. Það snýst þetta kannski ekki það, auðvitað heldur lífið áfram hvort sem við erum í Evrópusambandinu eða ekki, en þetta bara ákvörðun það, liggum við að segja bara which side are you on og við erum Evrópumein í lífinu, sérstaklega út af þróuninni sem að verða í bandarísku stjórnmálum. Hvað segir þessi rögg? Ég var nú gestaprófessor Cornell fyrir, það verða 10 ár síðan þetta var. Þá var ég að tala við prófessor þar sem heitir Peter Kazakshtein sem mjög þekktur, einn með þekktari alþjóðasamskipta sérfræðingur Bandaríkjanna og hefur komið til Íslands og hann sagði við mig, þið eru miklu líkar okkur heldur en Evrópabú, sagði hann við mig. Ég held að hann sé að þýskum uppruna. Þið eru bara miklu líkar okkur. Ég búið í Bandaríkjunum sjálfur í New York og Seattle og Berkeley og það sem Cornell Ég meina, ég verið þar og ég get, sérstaklega Washington fylki finnst mér að það er mjög sterk norræn áhrif þar, að við erum að mörguleyti lík því fólki. Erum við mjög lík Grikkjum? Erum við lík Slóvenum eða erum við líka Tékkum eða erum við líka Ítölum? Ég held ekki, ég held að séum ekki líka þessu fólki eða Frökkum, ég held að séum ekki. Við erum lík Norðurlandaþjóðunum og við erum, ég hef búið í Eystrasaltsríkjunum með 3 ár og farið þangað í ótalskipti og kennt í 20 ár. Ég held að við séum mörguleyti lík þeim, mörguleyti. Þannig það sé eiginlega náttúrulega staða Íslands að vera fyrir utan Evrópusambandið í miðju Atlantshafinu og reyna að rækta upp góð sambönd bara við allt og alla. Við erum náttúrulega hluta Evrópusambandinu, því við erum með EFTA og við erum á Evrópska-efnahagsvæðinu og við erum með samning Evrópska-efnahagsvæðið, þannig við höfum aðalda sameiginlegu markaði og við erum í Schengen sem reyndar núna margir deilum, en við erum hluta Evrópusambandinu bara svipað nátt Noregur. Það getur breyst, en ég ekkit vissum að ástandið, þú demdir ástandið í Bandaríkjunum og svo að tala að Trump kannski ekkert vel langlífur, ég veit það ekki, en ég vil ekkert vera ganga út af því ástandið í Bandaríkjunum að það þó að komi 4 ár sem eru svona óvissu ár að það verið þannig til eilífðar. Við höfum unnið með Bandaríkjunum alveg síðan 1949, eða reyndan við, alveg frá því að bara miklu fyrir raunverulega við vorum að vinna með þeim í seinni heimstyrjöldinni og þá var þeir viðurkennt okkur 1944 áratugum saman og það hefur verið mestuleyti gengið vel. Þannig að ég held í öryggismálum þá erum við áhrifasvæði Bandaríkjanna, en það eru hinn Norðurlöndin ekki. Þau eru á svæði sem Eystrasaltinu og landamæri Finnlands og Íslands og Lettlands og Litáen við Rússland eða rússnesk svæði. Við erum ekki á neinu öryggissvæði og ég held að okkar staða sé allt önnur heldur en meginlands Evrópu þegar kemur öryggismálum. Þannig að öryggismálin eru í höndum Bandaríkjanna. Það var reyndar, ég heyrði að það var viðtal, ég sá bara að það var viðtal við John Bolton á Ísland. Heyrðu það? Já, ég náði ekki, það var svo mikil hamagangur hérna yfir helgina, ég náði ekki alveg að hlusta á það, en ég heyrði af því. Það sem hann talar eða svipuðu nótum og við svo sem rætt að Ísland sé hluti af öryggissvæði Bandaríkjanna og þannig það bara. Það sýnir hvað við erum vel á okkur. Ég nú ekki alltaf sammála John Bolton. Nei, blessunlega ekki ég heldur. Ég ekki sammála honum, en ég sammála honum í þessu. Já, hann hefur sagt marga skrýtna hluti. Til dæmis sagði hann það þegar Trump var að reyna að fá Nóbelsverðlaunin og var að semja í Norður-Kóreu, þá sagði hann og velta við sig hvaða módel á að nota til þess að semja við Norður-Kóreu og þá vildi John Bolton nota Líbíumódelið og þú veist hvað þið gata að því endaði. Og það þótti nú ekki vera, Trump var reittist honum fyrir það sem von þetta var ekki mjög gott, en allavega John Bolton, hann náttúrulega mjög vel að sér að mörgu leyti, hann talaði það að við ættum að forðast að láta vekja athygli Trump á okkar stöðu, að við séum ekki með her og hann var spurður hvort við ættum að, samkvæmt þessum heimildum sem ég las,
sem íslensk blöð, sko. Hann var spurður hvort við ættum að taka upp her og stofna her og hann taldi það ekki, hann taldi við ættum að efla landhelgisgæsluna vegna þess að hún gæti gegnt hlutverki fyrir allt NATO-kerfið og það það sem við höfum verið að tala og það það sem var í raun eftir okkur að gera. Við erum með grundarna fyrir utan það að landhelgisgæslan farin að vinna með NATO og Keflavíkurflugvelli bara í eftirliti í kringu landið og komin inn í þetta kerfi. Við ættum að efla hana og ég sammála honum með það og við ættum ekki eins og það var tíðanbyrði alltaf að forsætisráðherra Íslands að fara að hringja í Trump út af Grænlandi og það síðast öllu sem ég myndi gera ég er alveg sammála um að sammála John Bolton að við erum að halda okkur til hlés við erum ekki neina deilum við neitt og við eigum að halda upp eins vinsamlega samskipti við Kína eins og við getum en það takmörk hvað við getum gert Bandaríkjamenn geta stoppa okkur í vissum málum að hafa gert við ætlum að vinna og náum með þeim sko listinn fyrir smáríki að eiga traustan bandamann, sæmilega traustan bandamann og Bandaríkjamenn hafa verið sæmilega traustan bandamann lengi en verið í góðum samskipti við önnur lönd og það önnur stórveldi en ekki það nánum samskiptum að það fara að pirra stórveldi sem okkar aðal samstarfsaðili. Það að segja, ef við förum að vinna með Kína í beltandrót og Bandaríkjamenn alveg brjálar á móti því, þá getum við eiginlega ekki gert það, verðum að draga okkur í hlé. Þannig við viljum að halda góðum samskiptum, en það megi ekki vera á náin. Ef það verður of náin og fyrir að pirra Bandaríkjamenn mjög mikið, þá fer það að trufla okkur. Það held í listin. Varðandi Evrópusambandið þá erum við með mjög gott samband við Evrópusambandið. En varðandi þetta ég skil ekki alveg ríkisstjórnina að hún skulle ekki gera grein fyrir því hvað hún að hugsa. Halda kosningar 2007, þá var árið eftir kjörtímabilinu. Það vitað að það tæki töluvert langan tíma. Það var ekkert byrjað að ræða sjávarútvegsmálin eða landbúnaðarmálin þegar síðast þessar umræður voru í gangi. Það var ekkert byrjað að tala nema bara hálfgerð. Það var verið að ræða einhverja footnotes. Það var ekki verið að ræða aðalmáli sem hagsmunamál fyrir okkur sem eru viðkvæm fyrir okkur. Það er landbúnaðarmálin og aðalega sjávarútvegsmálin. Það var ekki gert og hvað á að gera og það þarf að halda kosningar ef það segjum að sé byrja að semja fyrst til þjóðaratkvæðagreiðslu segjum að það verði meiri hluti þjóðarinnar sem að samþykkja það sem að veit ekki neitt þá þarf að byrja að semja það tekur langan tíma og við vitum ekkert hvað svör hefði fengist í síðustu viðræðust það stóði frá 2009 2013 eða ekki og það var bara hætt öllu og ég held að það verið þannig og það þarf að bera samningin undir þjóðina og hvort að hún samþykki samningin sem næst ef það næst ykkur samningur og svo það líka væntanlega að valda framsals að breyta stjórnarskráni og þú veist hvernig hún og hún þannig að þú verður að sækja það alþingi verður að greiða atkvæðan tillögu og svo verður að rjúfa þing búa til kosninga og svo verður að greiða atkvæði aftur algjörlega nákvæmlega sömu tillögu og má ekki breyta henni þannig að það er mjög erfitt að sjá hvernig þetta á að gerast Herðu, Hilmar, takk fyrir að koma og ræða möguleika á aðild Íslands að Evrópusambandinu, stöðun í Evrópu og við reyndum að fara aðeins inn í heilabúið á Trump og Putin og komum við aðeins í mati Bolton, öryggisráðgjafa fyrrverandi, sem var áhugavert og ég ætla að fá að ræða næstir í þig, að þá ætla ég að fá að tala við þig svona raunveruleika þeirra ríkja sem eru á svona skilgreindu öryggissvæði stórvelda sem að Úkraína eitt af þeim löndum, Ísland eitt af þeim löndum, þú hefur mikið verið í Vietnam sem eitt af þessum löndum sem í svona nábíli við stórveldi og hvernig það hefur áhrif á utanríkisstefnuna og ég held að það væri áhugavert samtal. En ég ætla að þakka fyrir í bili og gaman að fá þig með þessa fínu aðstöðu sem út með heima hjá þér, gott hljóð og góð mynd og það auðveldur okkur til þess að heyra oftar í þér, Hilmar Þór. Kæra þakkir. Þakka kærlega fyrir. Takk kærlega. En við ætlum að vera við rauðaborðið áfram. Það margt framundan enn í þættinum. Næsti kafli eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdegsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Já, við ætlum aðeins að ræða COVID, þann gamla vágjast sem sum okkar hafa reynt að gleyma. Í tímaritinu Súlur ný grein sem Grétar Þór Eyþórsson, prófessor við Háskólann á Akureyri, hefur tekið saman
og hún fjallar einmitt COVID á Akureyri og Grétar Þór núna á Zoom fyrir norðan að ég hygg og við ætlum að fá að vita efni greinarinnar og kannski rétt í lokin eitthvað aðeins að spyrja nú til stöðu sósíalistaflokksins í lok viðtalsins eftir lætin helgina þar sem Grétar Þór velþekktur stjórnmálafræðingur en aðalega það nú COVID sem við viljum vita eitthvað Komdu sæll og blessaðu Grétar Þór, heyrir í mér? Já, ég heyri vel, komdu sæll. Heill og sæll. Heyrðu, hvað kom til að þú fórst að grandskoða sögu COVID á Akureyri? Ég á náttúrulega sem sagt kollega frá fyrri tíð út í Skandinavíu og þar voru norðmenn sem að voru búin að fá styrk frá rannsóknarráði Noregs til þess að gera rannsókn, samnorræna rannsókn á það sem að yrðu borin saman þessi kerfisviðbrögð fyrst og fremst kannski við COVID-faraldrinum frá 2020, skall á þá. Þannig sem sagt kom ég inn í þetta og einn hluti af því sem við ákváðum að gera var að gera svona case study eða tilviksrannsóknir í hverju landi og mín ákvörðun var svo að skoða þetta bara út frá Akureyri með viðtölum. Hvaða kostir og gallar eru að skoða Akureyri frekar en til dæmis höfuðborgarsvæðið í þessu samhengi? Já, það nú erfitt að segja sko. Þetta var náttúrulega mjög nærtækt og kannski líka gott að þetta var bara stórt sveitafélag með nokkuð stórt stjórnkerfi og þá utan höfuðborgarsvæðisins og það náttúrulega sýndi sig að það náttúrulega fengust mjög miklar og greinagóðar upplýsingar með þessum 2 viðtölum sem ég tók á endan. En áður en við förum lengra sko, var eitthvað sem að aðgreindi viðbrögð á Akureyri frá höfuðborgarsvæðinu? Það ekki hægt. Ég skoðaði það reyndar ekki sérstaklega en ég held að svo hafi hreinlega bara ekki verið og það auðvitað eina af niðurstöðum mínum í þessu verkefni er svo að sveitafélögin voru í raun og bara framkvæmdaraðilar í þessum faraldri. Það komu í raun og veru allar ordrur frá þríeykinu. Já. Fræga úr miðlægu stjórnsýslunni í ríkisins í Reykjavík og það var aldrei neitt samtal við sveitafélögin. Það kom nú meðal annars fram í þessu heldur voru öll upplýsingagjöf og fyrirmæli þau komu í gegnum almannavarnanefnd svæðisins og svo hefur þá verið á öllum öðrum stöðum á landinu. Má eftir á að hyggja að setja spurningamerki við það, þetta í rauninni mjög einkennilegu tími að ég held að bara svo tala fyrir sjálfa mig, ég upplifði það að maður einhvern veginn gaf frá sér sjálfstæðan vilja, bara ganga í takt og eitthvað svona sem að við getum sagt núna fræðilega að orki tvímælis eða er þetta bara bundið smekk hvers og eins? Ég get vel ímynda mér að það hafi verið tekin sá póll í hæðina í sem sagt af þríeykinu og í miðlæga kerfinu að hafa sem sagt samskiptapunktana eins fáa eins og hægt var. Já. Ég held að þetta sé kannski fyrst og fremst af birtingamynd á því og menn vildu þá bara hafa þetta nógu skilvirkt. Og þetta fór bara í gegnum þessa almannavarnanefnd og síðan gátu sveitafélögin bara, þau áttu náttúrulega fulltrú í henni og þar með var tenging inn. En svo getum við náttúrulega velti fyrir okkur hvort að það hefði þurft að hafa einhver bein samtöl við sveitafélögin. Reyndar kom það fram að það var vitað að það áttu einhver bein samtöl við Reykjavíkurborg sér stað í faraldrinum en engin við Akureyrarbæ önnur en þau að menntamálaráðherra kom einu sinni í heimsókn hingað. Já.
Og það sem sagt, meðal spurningar sem þú ert að reyna að fá svör við í þessari rannsókn og það sem þú tekur saman í þessari grein, það hver voru hlutverk mismunandi aðila og stjórnstiga í faraldrinum, hverjir tóku ákvarðanir og hverjir framkvæmdu. Hvað leiti þetta í ljós, segirðu? Já, sko, það náttúrulega eins og kannski hefur falist nú þegar í mínum orðum að þá var sem sagt viðbrögðum við faraldrinum á Íslandi voru mjög miðstýrt. Þessu var öllu stýrt einlega af þessu þríeiki sem náttúrulega gaf sínar skýrslur og tilmæli eða ráðgjöf til ráðherra sem síðan fór með það fyrir ríkisstjórn. Það urðu alls 93 minnisbréf sem voru rituð til heilbrigðisráðherra. Mjög miðstýrt á Íslandi og reyndar eins og í Danmörku og þar var þessu mjög miðstýrt. Ólíkt til dæmis Noregi þar sem þetta var mjög dreifstýrt niður á fylki og sveitafélög. Viðbrögðin, að taka ákvarðanir viðbrögðin. Svíarnir, það var náttúrulega þekkt hvernig þeir einlega létuðu þetta allt saman svona einlega hálfpartinn gossa svolítið í byrjun allavega. Villta vestrið sem að drap fólk sem var veikt fyrir í stórum stíl, þannig var fréttaflutningurinn? Já, þannig var hann, en svo náttúrulega, það er svo sem alveg þekkt, en þegar upp að staðið þá jafnaðist þetta út þegar á leið faraldurinn 2022 til dæmis þá byrjaði að hægja mjög mikið á þessi Svíþjóð en þetta var ennþá í fullum gangi á hinum Norðurlöndunum. Sem má þá skýra með að menn hafi haldið sig svo mikið fjarri veirunni utan Svíþjóðar eða hvað að þessu, er það ekki? Jú, ég held að það megi segja það sko. En þetta var svona spurningum auðvitað aðferðafræði. Svíarnir voru reyndar búnir að sko einkavæða öldrunarþjónustu í stærri borgunum og lentu í miklum konfliktum, veit ég, sóttvarnalæknir og kerfið við að fá þá til þess að fara að fyrirmælum eða það sem við kalla recommendations sem að þeir gáfu og þannig að það kostaði tíma og kostaði líf. Það er þekkt. Þú tekur svo 2 djúpviðtöl, annars vegar við Ásthildi Sturludóttur bæjarstjóra og hins vegar Höllu Björk Reynisdóttur forsta bæjarstjórnar. Voru þau nokkuð samhliða eða þær 2 sem heimildir? Já, ég held það. Ég byrjaði á því að tala við bæjarstjóra Ásthildi og svo svolítið seinna þá ákvað ég að tala líka við Höllu svona til þess að sjá hvort að kæmi einhver önnur mynd af þessu, en það var alveg sama myndin sem var dregin upp í þessum 2 viðtölum. Það voru kom kannski nýjir fletir í svona matið á því að horft tilbaka sko í seinna viðtalinu sem eðlilegt var, það var liðið lengra inn í faraldurinn. Og má ekki segja að fjölmiðlar hafi verið lykiltæki til þess að miðla svona skilaboðunum og hvaða línur yrðu lagðar. Við erum náttúrulega, við minnumst öll alvarlega fólksins sem að var í beinni útsendingu að segja okkur hvað yrði gert næst. Já, jú, auðvitað voru náttúrulega fjölmiðlarnir í lykilhlutverki og það voru náttúrulega má náttúrulega rifja það upp að voru haldnir blaðamannafundir í beinni þar sem að þríeiki var mætti og það var nánast á hverjum degi, virkum degi ef ég man rétt og í töluvert langan tíma. Þannig að það sem sagt það vantaði ekkert upp á fjölmiðlunina á því hvað
hvernig staðan væri og hvernig menn mætu þetta og hvað ætti að gera. Nei, og við vorum svona hressilega mynd á mikilvægi fjölmiðlana í þessari krísu allri. En sko, voru einhverjar áætlanir neyðar viðbrögð á Akureyri sem ekki voru í öðrum sveitarfélögum eða er þetta bara allt miðstýrt eins og þú segir? Kemur allt á? Já, sko, það var kemur fram í þessari rannsókn, þessum viðtölum að það voru í sjálfu sér ekki til neinn viðbúnaður eða áætlanir hvernig ætti að bregðast við hlutum eins og þessum svona faraldri á heilbrigðislegum faraldri. Hitt svo aftur annað mál að í sumum sveitafélögum á Íslandi þar voru til sko áætlanir hvernig ætti að bregðast við örflóðum og snjóflóðum. Já. Og það má kannski segja að hvað þetta varðar, hvað viðbúnaði við krísum, það virðist að Íslendingar hafi verið meira uppteknir við sem sagt viðbrún og vera tilbúnir ef að kæmu snjóflóð, mikil óveður. Já. Og jarðskjálftar, jafnvel eldgos. Við náttúrulega þekkjum þetta allt, við höfum reynt þetta allt. Náttúrulega. Og ég held að fókusin hafi verið voðalega mikið þarna. Og síðan kemur þessi tegund af hamförum, ef maður kalla það. Já. Og þá eru menn ekki alveg, sko, þá þurftu menn náttúrulega ákveðin tíma til þess að svona átta sig á stöðunni og skipuleggja sig. Einmitt, við erum náttúrulega sérfræðingar í að bregðast við breytingum með litið til náttúrunnar og náttúruhamfara, en þegar þú segir sko að engin sérhæfð menntun, þekking eða þjálfun tengd neyðarviðbrögðum hafi verið til innan stjórnsýslunar eða tæknisviða eða deilda og átt þá við þessa veiru, er það gagnrýni punktur eða er þetta bara svona selvfølgilegið? Já, sko ég veit ekki hvort þetta einhver gagnrýni, ég að reyna bara að draga upp mynd af stöðunni sem að eins og hún var sko. Þetta kannski að segja manni kannski það að þetta var menn bara gerði einhvern veginn ekki ráð fyrir því að svona geti gerst sko. Þó að við vitum það í dag að þetta getur örugglega gerst einhvern tíðan aftur. Já. En sko Akureyrarbær, það kemur fram í þinni vinnu, myndaði neyðarstjórn með bæjarstjóra 11 bæjarfulltrúum og 6 stjórnendum aðalsviðin í stjórnsýslu bæjarins og svo bættust fleiri í hópinn. Var þá svona, voru hliðarfundir í bæjins og Akureyri reglulega umfram það sem var miðstýrt að sunnan og að hálfu ríkisins? Já, ég held að sko, fólk var náttúrulega að tala sér saman hvernig þetta útfæra öll þessi höft og allar þessar aðgerðir sem þeim var gert að gera. Já. Hvað köllum þetta sóttvarnarhólf og allt þetta og fjöldatakmarkanir og allt þetta. Þetta þurfti náttúrulega að framkvæma, þannig að það var náttúrulega mikið funda og þurfti að ákveða útfærslur á mjög mörgum hlutum. Já. Síðan steig náttúrulega bærinn kannski sterkar inn þegar á leið þegar bólusetningarna byrjuðu. Þá var Akureyri farin að þjóna út fyrir bæjarmörkin. Já. Sko maður kannski búin að gleyma þessu, en þegar ég að lesa þetta í gögnunum frá þér, eins og að sundlögunum hafi verið lokað, skíðasvæðum, vaktavinna, þetta var náttúrulega, við vorum bara, það var bara eins og dregin tjöld fyrir allt á tímabili. Já, og það var bara hreinlega ekkert í gangi, sko, og fólk var náttúrulega að komast út í matvöruverslanir og þar læddist fólk og meðfram veggjum og hillum og passaði sig á því að kom helst ekki nálægt nokkur manni. Já, einmitt. Sko, það var nú staðan.
Ertu nokkuð með gögnum bólusetningar að norðan sko hve margir fór í bólusetningu? Nei, ég hef ekkert slíkt undir höndum og ég reyndi ekkert að afla mér neitt gagna í sjálfu sér það en auðvitað gekk þetta bara mjög vel og við getum nú rifjað það meðal annars upp sko að þetta var bólusett á slökkvistöðinu á Akureyri og það var náttúrulega umsverar öngþveiti þannig í kring og það þurfti að leggja, fólk kom á bílum og það þurfti að leggja þeim einhvers staðar og björgunarsveitin, Súlur, hún náttúrulega stóð þar vaktina þannig að það lögðust allir á eitt. Svo gekk allt smurt þegar mann voru komnir þarna inn en þetta var svona eins og að vera komin í herskóla. Já. En þetta svona það sem að rifjaðist margt upp eða lesi í gegnum þetta, hygg ég. Þannig að ég þetta geti nú orðið bróðlega upprifin og fyrir marga og svona lestur að kíkja í Súlur því að ég náttúrulega búin að gefa sambærilega bara lengri grein eða kafla í bók sem að kom út sko á vegum verkefnisins og hún á ensku og kom út í alþjóðlegu forlagi í fyrra haust. Og ég var þar einnig með annan bókakafla svona traust til bæði hjá stjórnvalda og sveitafélagana sem að fólk bjó í. En það sem mér finnst sko líka áhugavert það sem nær út fyrir Akureyri og til dæmis þegar þú segir sko að COVID-19 faraldurinn hafi sameinað fólk í stjórnmálum frekar en að sundra því að þú hefur náttúrulega oft sem stjórnmálafræðingur heyrt það að það sem hafi verið límið í fyrra kjörtímabili Katrínar Jakobsdóttur hafi einmitt verið þessi faraldur og svo þegar faraldurinn var búinn þá liðaðist stjórnin í sundur og hún fer frá borðið og Bjarni tekur við og svo klárar stjórnin ekki kjörtímabilið og ég held að séu allir sammála að þetta var frekar vond stjórn sérstaklega taka 2 meðal annars vegna þess að hún átti svo fátt sameiginlegt en í tengslum við COVID-faraldurinn þá myndir þú geta fullyrt það að stjórnin hafi pólitískt í rauninni grætt á þessum hryllilega faraldri. Hún minnstakosti gerði það verkum að hún var í raun og veru að standa að því að taka ákvarðanir sem að nánast allir gátu verið sammála og það eiginlega bara hélt henn á lífi. Það var eiginlega það var ekkert pláss fyrir neitt ágreining í þjóðfélaginu. Svo speglaðist þetta hérna inn á Akureyri þar sem að það var haft frumkvæði að því að leggja niður meirihluta samstarf og taka í raun og veru upp þjóðstjórn í bænum. Já, tengist það beint faraldrinum? Ég er ekki viss það. Ég held að reyndar að þær hugmyndir hafi verið komnar eitthvað á kreik aðeins áður. En ég get ekki fullyrt það. Þetta náttúrulega stórmerkilegu kafli í íslenski stjórnmálasögur, er það ekki að svona stórt sveitarfélag hafi farið þessa leið að í rauninni bara gaf minnihlutun upp ein rétt til þess að anda á mótmæla og sagði við ætlum bara öll að vera saman í þessu liði. Já, og þetta endist alveg, held ég stór áfallalaust út kjörtímabili til 2022 og þá náttúrulega fóru menn sitt hver í sínu áttinu. Jú, þetta er ekki þekkt í þetta stóru sveitafélagi. Ég held að ég fari rétt með það að það hafi ekki verið starfandi meirihluti á Egilsstöðum á 9. áratugnum tímann. Og svo eigum við eftir að sjá annað og það er náttúrulega féll meirihlutin á Ísafirði bara fyrir mjög stuttu síðan og það er að koma skilaboð þaðan að það standi ekki til að mynda einhvern nýjan meirihluta þar. Einmitt, það er áhugavert. En sko
við erum að tala að COVID-19 hafi sameinað fólk svona að vissuleiti, ekki síst í stjórnmálunum fyrir ekki að sundra því, en sko má segja þetta hafi að þeir sem voru gegn bólusetningum, það sem þú er skoðað, getur við rætt bara svona ákveðna kúgun? Já, það var sko, það náttúrulega alveg liggur fyrir að sko hlýðnin og hvað ég var að segja, tóleransinn gagnvart fyrirmælum og hlýðinni fólks gagnvart því var sagt að gera eða ætti að gera, að hún minnkaði verulega þegar kom að bólusetningunum. Hins vegar var það náttúrulega oppi fólks sem að fór og lét bólusetja sig enga síðan, en það við urðu og voru hávarari raddir og efasemdaraddir þegar að koma að bólusetningum. Og það enda náttúrulega voru sko, við skulum rifja það upp að bóluefni voru sko þróuð þarna á einhverjum metraða sem aldrei hafði áður þekkst að væri hægt, og fólk kannski var eitthvað tortryggið þess vegna og þetta var svona farið að kannski að líta einhverju leiti á sig sem tilraunadýr. En á þessum tíma verður mikil breyting á háttum okkar kemur að því að fjölga fjarfundum og við notum rafrænan búnað til að tala saman, gaggjert vegna þessa ástands. Sú menningar, bylting hefur náttúrulega einhverju leiti bara haldið áfram. Sýnist þér sem að þetta hafi svona flýtt fyrir, hvað maður að segja, umhverfisvænni hugsun og einhverju svoleiðis þessi breyting? Já, ég held að þetta hafi bara sem sagt auðvitað færri kolefnisfótspor vegna þess að ferðalögum á fundi hefur fækkað, það alveg staðfest og við vitum það enn þann dag í dag það staðan og það var eins og kom fram í einu viðtalinu, það ekki verið að sko fljúga til Reykjavíkur fyrir hálftíma, klukkutíma fund lengur. Nei, það búið að taka fyrir það í dag. Já, og bæði sparar þetta ekki bara sko kostnað, umhverfisvænna, heldur þetta líka spara tíma. Það fer náttúrulega oft á tíðan gríðarlegu tími í þennan fundaflæking frá utan á landsbyggðinni til höfuðborgarinnar, og það sem alltaf gerðist var það ekki bara fólk á suðvesturhorninu heldur og kannski langar að segja sko mest í stjórnkerfinu, ráðuneytum og stofnunum, að það náttúrulega neyddist til þess að læra á og tileinka sér þessa fjarfundatækni í COVID-inu, og það var náttúrulega menntunarbylting á því fólki sem að hafði, og það bara mín reynsla, það var verulega tregða fyrir því að maður sko, tengdi sig inn og fundi í gegnum neta og nú Skype einu sinni, það tala nú enginn það held ég lengur, en þetta nú Teams og Zoom sem eru mest í gangi, en sem sagt þetta skyndilega voru bara allir farnir að kunna á þetta og þá var þetta miklu minna mál, og nú þetta einhvern veginn samþykkt í miklu meiri mæli að það sé hægt að sko funda, ekki síst sko fólk sem að það þarf að fljúga og eyða kannski hálfu og heilu dögunum í 30-60 mínútna fund í Reykjavík. En reynirðu að svara þeirri spurningu hvort leið Íslendinga hafi verið betri eða verri en hinn á Norðurlandana? Ég veit að ég hef nú svo sem ekki glímt mikið við þá spurningu. Ég held að það hljóta með að segja að við höfum komið nokkuð vel undan þessu, þráttur allt sko, ef að talið í dauðsföllum á svona miða við fólksfjölda, að þá höfum við sloppið vel og þessu var náttúrulega stjórnað styrkum höndum, og það kannski rétt að ég nefni eina af niðurstöðum verkefnisins sem ég reyndar kynnt annar staðar, að það var spurt í spurningakönnun
sumarið 2022 á vegum þessa verkefnis. Það var spurningakönnun meðal sem sagt bara fólks, venjulegs fólks í almennings í öllum löndunum. Það hvernig þeim hefði hversu sanngjarnar það teldi þær aðgerðir og það höft og takmarkanir sem ráðist var í vera og þarna voru taldar upp 17 mismunandi aðgerðir sem var ráðist var í. Margt af þeim var brot á svona grundvallarréttindum fólks í raun og veru. Og það kemur í ljós að sé horft svona yfir öll Norðurlöndin að þá var alveg svona 2/3 plús sem að töldu þessar aðgerðir, þessi höft og bönn og allt þetta hafa verið réttlætanleg. En það sem kannski meiri frétt í því það að í 14 af þessum 17 sem var spurt þú veit 2 metra reglan og allt þetta, ég ætlum ekki að fara til í þetta allt upp hérna. En það sem var merkilegt var að í 14 af 17 sem var spurt voru Íslendingar hæstir. Já, það? Já, þannig að við Íslendingar vorum sem sagt mest tolerant, við samþyktum í aðeins meiri mæli heldur en aðra Norðurlandaþjóðir þetta sem að ráðist var í. Þetta var svona dálítið svona það sama yfir línuna hvaða höft var farið í og allt þetta það var svona þannig að það var verið að spyrja svipaða hluti Já, þannig að herlausa þjóðin hún reyndist leiði tömust. Já, við getum alveg sagt það og þetta kom mér bara mjög óvart í raun og veru. Ég hefði ekki þorað að setja 100 kall á þetta fyrirfram að þetta væri svona en við Íslendingar við einhvern veginn svona við treystum okkar fólki og ég get ekki séð að við höfum verið eitthvað hræddari við afleiðingarnar heldur en aðrir. Ég held að það hefði nú bara verið mannlegt. Já. En enga síður mjög áhugavert og skemmtilegt finnst mér Ég tek undir með þér með það, mér finnst þetta mjög áhugavert og óvænt, getur maður sagt. En eigum við að ræða hérna síðustu 2-3 mínúturnar, síðustu vendingar hjá sósíalistum, Grétar Þór, hefur eitthvað fylgst með fréttunum helgina af því að þar svona, má segja að nýr hópur fólks hafi náð töglum og já, sem tögl og haldir í hérna flokknum og svona gerist ansi hratt ákveðið og intensíft getur maður kannski sagt. Flokkurinn hefur ekki náð þingmönnum inn þegar hann hefur boðið fram en Sanna Magdalena Mörtudóttir náttúrulega borgarfulltrúi sem hefur mælst með mestar vinsældir og samstöðin við varum sennilega ekki að tala saman ef sósíalistar hefðu ekki verið stofnaðir á sínum tíma en þó rétt að nefna það að það mjög óljós lína í dag á milli einhverja ritstjórnarstefnu sósíalista og þess sem við á samstöðinni erum að gera en samt tenging þarna á milli. Hvernig líst þér á blikuna? Já, þetta auðvitað eitthvað sem að hlýtur að verða koma í ljós á næstunni. Það náttúrulega ef að handla liggur fyrir að þeir sem hafa verið leiðandi undanfarin ár þeir hafa verið sem að settir út af sakramentinu en þó ekki að öllu leyti Sanna Magdalena en hún tilheyrir enga síður þeim virðist vera að tilheyra þeim hópi sem að var svona settu til hliðar og hún hefur greinilega bara sagt það að hún ætla að hugsa málið þannig að hún hefur ekkert útilokað það að hún bregðist einhvern megin við þessu.
hvaða afleiðingar það síðan myndi hafa ef að þetta yrði til þess að vinsalasti og kannski virtuasti stjórnmálamaður sósíalistaflokksins myndi bara eitthvað annað eða snúa sér einhver öðru, þá myndi það örugglega geta haft afleiðingar fyrir brautargengi sósíalistaflokksins. Ég held að það sé ekki nokkur vafi á því, og svo náttúrulega svona mikil átök sem eru sem að fara fram fyrir nánast opnum tjöldum líka við, eins og þetta hefur verið helgina. Það hefur nú aldrei leitt af sér mikla fylgisvinninga. Nei. Ég svona maður velti fyrir sér hvort þetta gæti farið að breyta hafa áhrif á brautargengi sósíalistaflokksins. Það svona það sem mann kannski efst í huga. Sem stjórnmálafræðingur kannski sér þú engin teikn á lofti eftir þessa helgi það að flokkurinn muni ná meira til almennings eða hafi aukið líkurnar á því að ná mönnum inn á þing? Ég hef ekkit svo sem séð neitt hafa komið frá nýjum valdhöfum þar sem getur orðið til þess að ég geti metið það með einhverju leyti. Ég held að við þurftum að lofa aðeins einhverjum tíma líða og maður fer að geta átta sig á því hvað á að gera. Það náttúrulega ekki ári næstu sveitarstjórnarkosningar. Og flokkurinn á mannrétt 2 í Reykjavík, þannig að það 2 fulltrúa, þannig að það má vel vera að þetta geti haft áhrif á það. Það hafa náttúrulega allmargar kanónur, held ég að maður geti sagt sig úr flokknum síðan á laugardag. Eru svona mörg dæmi það í stjórnmálasögunni að það verði mikill hávaði og buslugangur þegar verða svona umskipti, fólk segir sig úr flokknum, síðan bara líður tíminn og nýjir kjarnar ná vopnum sínum eða hefur það svona þegar margir leiðandi innan flokka, jafnvel fólk sem hefur verið frá stofnun, segja sig úr flokknum og ætla sér ekki að vinna frekar með þeim. Er það einhverjum tilvikum ígildi banabita eða hvað segir sagan okkur? Já, banabiti, já. Það náttúrulega alveg ljóst að það er eins og þú sagðir, það dálítið af fólki sem talsvert mikið þekkt í þjóðfélaginu sem geti vel ímyndað mér að hafi dregið nokkuð fylgi að flokknum í kosningum. Og ef að það verið að skipta inn á sviðið eða völlin, hvernig við orðum það, fólki sem algjörlega óþekkt, þá náttúrulega mun það ekki draga að sér fylgi, þannig að persónu tengdu fylgi í sama mæli og var. Ég held að það sé nokkuð ljóst, en hvort það sé til skemmri tíma allavega. Svo bara komið ljós hvað kemur frá þessum fólki og það verður bara komið ljós hvernig það verður. En það sem ég tek út úr þessu síðasta spjalli okkar það að það var engin tilviljun að þeir þingmenn sem náðu kjöri í síðustu alþingiskosningum, þetta var upp til hópa og langmestu leyti fólk sem var með þekkt andlit. Þetta voru einstaklingar sem þjóðin kannaðist við. Já, en svo maður náttúrulega líka benda á það að aðra kosningarnar í röð þá náðu sósíalistar ekki inn á alþingi, en getum við sagt næstum því. Tvisvar í röð. Það hefur kannski verið eitthvað sem hefur valdið því að það var til einhver óróa og menn vildu breyta. Ég veit það ekki, en það allavega staðreind að fara yfir 4% tvisvar, held ég fari alveg rétt með það. Tvisvar í röð þá náttúrulega menn farnir að finna lyktina af 5% myndum að segja. Og það náttúrulega
ef að menn reyna þá náttúrulega getur alveg enda með því að þeir komast inn á þing, en svo náttúrulega er öll þessi átök og hvort að þau hreinlega bara slá á getuna til þess að gera það verður svo bara komið í ljós. Einmitt. En Grétar Þór Eyþórsson, kærar þakkir fyrir að spjalla við mig frá Akureyri á Zoom. Það var fróðlegt að heyra þig ræða greinina þína í Súlum og Akureyrar sniðmengið í COVID, og takk fyrir að segja nokkur orðum stöðu sósíalista í lokin. Já, takk fyrir mig. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, það var held ég síðasta vetradag sem ég átti leið Iðnó og þar var mikil svona söng, skemmtun og gaman. Húlum hæ, og þar var á sviðinu hljómsveitin Þokkabót. Og þetta var í fyrsta og eina skipti sem ég hef heyrt í þeirri hljómsveit á sviði, en mín bernska, eins og sennilega ykkar margra, hún að mörguleyti vörðuð tónlist þessarar ágætu hljómsveitar. Og gaman að segja frá því að það má segja að hún eigi hér svolítið comeback þessa dagana. Mér skilst að það séu 50 ár liðin síðan fyrsta lag Þokkabótar kom fram, og þeir hafa spilað í salnum í Kópavogi, gott hefur ekki á leiðinni norður bara bráðlega. Þannig að það svona svolítið líf í tuskunum hjá þeim, og hljómsveitin Þokkabót, hún samdi stundum texta sem þóttu svolítið hættulegir. Þetta var talin pólitísk hljómsveit á einhverju tímabili. Ríkisútvarpið gat verið með stæla og jafnvel einhverjir aðrir fjölmiðlar þegar koma þessu. Þannig að hér á Samstöðinni fjöllum við pólitík í fortíð, samtíð og framtíð. Þannig að mér fannst þetta allt saman sem ég hef verið að segja ykkur, kæri hlustendur og áhorfendur, stefna ég þá átt eina að bara hóa saman nokkrum meðlimum þessarar góðu hljómsveitar, og hingað eru komnir þeir Lárus Halldór Grímsson, Halldór Gunnarsson og Ingólfur Steinsson. Velkomnir. Takk fyrir. Hverjir ykkar eru upprunalegir í hljómsveitinni? Það erum við Ingólfur. Já. Við stofnuðum Þokkabót ásamt Gylfa Gunnarsinni og Magnúsi Einarsinni. Já. Haustið 73. Og upphafið Austurland eða hvað? Seyðisfjörður? Já. Við þeir eru frá Seyðisfirði. Þremenningarnir. Ég kom þangað í eitt sumar 70, það kynnist í þeim, og við förum að syngja saman. Við Ingólfur unnum saman í Fristuhúsinu. Já. Og mjög fljótlega, í staðan fyrir að tala saman, þá sungum við alltaf saman. Já. Tókum eitthvað lög, og það mátti annar okkar mátti ekki rópa öðru en að hinn væri búin að finna einhverja rödd við. Hvað sér þetta? Þannig að þetta small mjög vel saman. Já. Og þessi vináttu hefur haldið síðan, sko. Og eru til daglega textar í pásum og eitthvað svoleiðis? Við vorum nú ekki byrjaðir að semja þá. Nei. En það má segja að í upphafinu og þessari fyrstu plötu þá hafi verið kannski snilldin fólkinni því að finna góða texta og lög, og Ingólfur og Gylfi áttu mikinn heiður í því. Já. Og Ingólfur var í menntaskóla fyrir norðan, og þar lærði hann allskyns og lög og texta, já. Og færði okkur, og við settum svo í okkar búning. Einmitt. Og Lárus, þú kemur til sögunar hvað, 78? Já, það síðasta platan. Já, og þú ert hljómborðsleikari og spilar á alls konar flautur og fleiri blástusljóðferði eða hvað? Já. Og þú gerir hvað? Ég spila á hljómborð í þessu og munnhörpu og syng og svona öðru kori. Já,
Og hvað þá eftir handa þér? Það gítarinn, kassagítar og söngur. Já, einmitt. Sko, þetta þjóðlaga skotið pop, eða hvað? Já, það Ég var að lýsa þessu þannig. Já, við vorum búin að spila lengi heima á Seyðisfirði sko, í nokkur ár þessir 3 þarna, Maggi, ég og Gylfi. Já. Og voru náttúrulega að taka poplögin eftir því sem komu frá Englandi og Bandaríkjónum. Já. Og síðan héldum við því áfram þarna eftir að Dóri kom austur sko, 70 ungur guðfræðingur. Já. Hann entist nú ekki lengi í guðfræðildinni en það önnur saga. En við héldum áfram að spila poplög og syngja og bara hvað eina í rauninni. Allt, við sungum það var ansi fjölbreytt. Raddsetningin, hún var í fyrirrúmi, það ekki? Þeir syngið allir og þeir lögðu mikið upp úr raddsetningu, ekki það? Já. Og það var á þessum tíma, við hlustuðum mikið á raddaðan söng, náttúrulega Bítlarnir og Hollies, Crosby, Stills og Nash og Beach Boys. Það var þessi skemmtilega harmonía sem að sko hver eiginlega rödd var jafn gild, var svona veggur, þetta var ekki ein rödd og margar bakaraddir, heldur var þetta einn þéttur veggur. Já. Og við höfum óskaplega gaman að því og svo gripum við náttúrulega til, við vorum mjög veiki líka fyrir sko íslenska 500-söngnum. Við höfum alveg rætið að þangað sko. Já, við snérum ýmsu upp í 500, meðal annars sungum við sumir mótmælarsöngvarnir voru sungnir í 500 og náttúrulega þjóðlega heitin meira minni 500 og svo framvegis. Það var eitt orð sem að við sungum í 500, það var í Nýrika Nonna. Það var endar á einokunar kapitalismin var sungin í 500. Það mun verið í eina skipti sem þetta orðið sungið í 500. Já. Sko, voruð þið grjótharðir vinstri róttæklingar eða hvernig var það? Við erum það. Og eruð. Já, við höfum ekkert breyst sko. Nei, við höfum ekkert breyst. Og það þá vægt til orðarsöngin. Lalli náttúrulega í söngu Vesturbæjar alltaf í pottinu þar og það alveg svaka sella í gangi sko. Einmitt. En sko það sem ég hef lesið mig til þokkabót, það bendir til þess að þið hafi nú svona stundum þótt svolítið hættulegt band eins og ég nefndi hérna í inngangnum. Hvenær rekið ykkur fyrst á það að textarnir ykkar þykji full róttækir? Það var bara í byrjun sko. Þessi fyrsta plata okkar, hún var nú eiginlega róttækust af því öllu saman. Nýriki Nonni og Framagosin og Veislusöngur og þetta allt saman. Litli kassar og fleira. Þessi textar voru allir frekar róttækir og sumir mjög róttækir. Og svo svona mildaðist þetta með árunum en það var í rauninni í byrjun sem að það var svona svæsnast. Ekki rétt hjá mér sko að RÚV hleypti ykkur ekki inn einhver tíman eða hendi ykkur út eða hvernig var það? Nei, ég man ekki eftir því. Eða neituð að spila lag eftir ykkur? Jú. Er það ekki? Já, fráfærunum. Já, einmitt. Já, fráfærunum, já. Það fjallaði herinn, B-liðin fjallaði herinn og það var mjög viðkvæmt málefni. Já. Og RÚV var ekki tilbúið til að spila það alla þá B-lið sko. Nei. En ég man eftir því sko með fyrstu plötuna að RÚV, þarna þeir voru þarna tveir nokkuð góðir, Jón Múli og Pétur Pétursson. Þeim leiddist ekkert að skella plötuna á fóninn og láta hana ganga aðra hliðina. Gerðu það mjög oft á gufunni. Þannig að við vorum mikið spilaði þar. Og það eins og ég segja sko að sko þessi róttækni við vorum svo glaðir ungir menn sko, við vorum ekki reiðir ungir menn. Einmitt. Og það breytti því við vorum svo glaðir að
að boðskapurinn átti svo auðvelda leið, fólk var farið að syngja með og tralla með sem var kannski alveg og andverið meiði sko. Já. Einhvern tíma kom til okkar maður, þá vorum að skemmta í einhverjum, við gerðum mikið af því að skemmta þarna fyrsta veturinn svona, ýmsum veislum og svona. Þú voru skemmt ásatt í Sjálfstæðisflokknum, var það ekki? Jú. Og þá kom einn til okkur og sagði, mikið þetta gott, hef alltaf verið svo sammála ykkur og ég hef alltaf verið svo hrifinn af Nixon, sagði hann. Hey, hooray for the USA, hann var alveg með þetta á hreinu, hann var mjög hrifinn af þessu. Hann tók þetta bókstaflega. Hann tók þetta, við bara þess að gaman að þess vegna, en það voru margir sem voru að reyna að koma boðskapnum til skila með reiðinni og það gekk náttúrulega ekki. Það gekk ekki. Nei, það gengur ekki. Söngurinn, sko, hann náttúrulega söngurinn, hann framkallaði þessa gleði, sko, hjá okkur og svo kom róttæknin á eftir en söngurinn var í fyrirrúmi. Og það er þetta hægt að vera listræn, róttækur og glaður í senn. Já. Það átt að gera þetta besta. Þið hafið verið bara hálfgerðir kapótar. Við erum með gleðina í fyrirrúmi en samt mikla ábyrgð. Nei, við erum svo glaðir yfir því að vera að gera okkar besta. Sko, af því að hér var minnst á litla kassa. Er það ekki stærsti smellurinn ykkar eða hvað? Jú, held ég nú, verður nú að segja. Já. Lagið er... hvað get ég sagt mér þetta lag? Ég vissum að hlustendur áhorfendur vilja vita allt litla kassa. Þetta er amerískt lag eftir Malvínu Reynolds sem var, minni mig, blökk kona, var hann ekki svört. Og Pete Seeger söng þetta, gerði þetta vinsælt, þetta lag og síðan barst að hinga til Íslands og Little Boxes og Þórarinn Guðnason læknir, hann sneri þessi yfir á íslensku og staðfærið að einhverju leyti sem setti nöstið inn í og fleira íslenskt. Já. Er hann vinur hljómsveitarinnar eða er hann í hljómsveitinni? Nei, hann var nú í rauninni af annarri kynslóð, svona eldri en við, sko. Pabbi Eddu Þórarins og Freys og þeirra. Hver greip þetta í hljómsveitinni að þarna væri tækifæri? Komst þú ekki með þetta á borðinu? Jú, allir það ekki. Því ég hef ekki komið með þetta. Mér minni það, ég held að það hafi verið flutt, það var, ég held að Kenny Ólafsvík og mundi ég eftir þessu, hafði samband við Ingo, hann sendi mig textan og það var einhverju sameiginlegri árshátíð skóla á Snæfellsnesi, þar sem að við þarna 4 kennarar í Ólafsvíkurskóla sungum þetta saman. Já, var það? Já, þetta var 71. Og það var þetta í feikilega lukku. En svo var þetta líka, sko, þetta var svo grípandi, litli kassar, sko, litli krakkar sungu þetta, sko. Já. Það var svona líka svona ákveðin barnatenging og merkingin kemst ekki alveg yfir. Krakkarnir sungu þetta á þess að átta sig á því hvert inntak textans var. Maður þurfti svona nokkur ár umfram leikskólaaldurinn kannski til þess að skilja það. En ég nefndi það við ykkur fyrir þáttinn að systir þín, Iðunn Steinsdóttir, hún var kennari minn austur í Mývatnssveit í Reykjahlíðarskóla og við fórum bara í einni kennslustundinni yfir boðskapinn í þessu lagi og opnaði augu margra mývatnskra barna að já, það var nú kannski sitt hvað sem maður þyrfti nú svona aðeins að vera vakandi fyrir. Sem mér varst mjög skemmtileg og þetta er einn þessara kennslustundar sem ég gleymi aldrei. Önnur kennslustundir þegar, annars gleymir maður þeim flestum, sko. Önnur kennslustundir þegar gosið hefst í Heimaey og allir út úr stofinni og næsta sjónvarp og bein útsending og svo núna spyr ég yngstu börni mín, ég á 14 ára stelpu, hvort kennararnir séu ekki stundum að ræða þjóðmál og nei, það má ekki, þá eru þeir reknir, þá eru þeir ámyndir og koma foreldrar brjálaðir og þannig að það er margt reist. Íðun gerði fyrir okkur nokkra texta og við sungum einn á fyrstu plötunni þarna Uglan og læðan hétan og það var þýðing á ensku kvæði. Einmitt.
Svo hérna langar mig aðeins að ræða við ykkur, hann Þórarinn Eldjárn í þessu samhengi, kom hann ekki eitthvað við sögu, snemma? Jú, hann kom við sögu. Við sungum, það voru 2 lög eftir hann, eða 2 kvæði eftir hann, það voru fyrstu bókinni. Já. Hét hún ekki Kvæði? Já. Það var Möve, Kvæði og Sveinbjörn Egilsson. Já, Sveinbjörn Egilsson líka. Og þeir gerðu lög við þetta Maggi og Gylfi. Já. Við þessi Kvæði og... Svo maður name droppi nú, þannig að þið eru... Já, þið hafið verið ansi heitir á tímabili og eru kannski enn. Og sko við sóttumst mjög mikið eftir sko góðum textum, það var lykillinn sko. Já. Og fórum líka í smiðjur sko eldri þjóðskálda sko. Já. Eins og Stein Steinar, Jóhannes og Kötlum, Laxness og fleiri, þannig að það væri eitthvað svona eins og miðvikudagur og lífi gengur sinn gang sko, sem er ákveðin þjóðfélagsrýni líka sko. Já, þið hringdu aldrei í Friðrik Dór. Hvað segir þið? Nei, þið hringdu aldrei í Friðrik Dór og Jón Jónsson. Voru þeir fæddir? Nei, þeir voru ekki fæddir. Nei. Já, það er önnur Ella. Já, önnur Ella. En sko, hérna... Svo fórum að fást við að kannski að semja sko texta sjálfur og semja sjálfur lögin og svo leiðis. Já. Það var þessi þróun sko hjá okkur að fyrst voru það svona samsafna lögun sem við höfum verið að syngja á skemmtunum og þar voru þessi róttæku textar eftir ýmsa. Rúnar Ármann, Skúla Tór, Kristján Guðlaugsson og fleiri sem voru nú svona frekar langt til vinstri margir. Og svo smám saman þróaðist þetta út í það að við vildum fara að gera meira sjálfir sko. Og þá var það einhver allt önnur tónlist í rauninni sem við vorum að spá í að það var kannski nær King Crimson og slíku heldur en akkurat mótmælaöldunni sko. Já. Höfðu þið eitthvað upp úr þessu? Nei. Já, sko við höfðum upp úr þessu. Alveg helling sko. Þetta eru sko góðar minningar. Ekki peninga. Við hérna erum núna á fullu við að koma fram aftur og veitt okkur náttúrulega bara gleði og vináttu en ekki vera ekki umbun engin. Hún var aftur á móti svona en það skipti hún einhver máli þannig sko. Svo koma inn alltaf einhver stefgjöld svona þegar Já. Það er alltaf eitthvað krónur. En sko, datt ykkur aldrei í huga að gerast bara sveitaballa hljómsveit og fara bara túra og rífa? Við vorum eiginlega sveitaballa hljómsveit á sumrin hana fyrst. Einstæmi fyrir austan. Við fórum austur á sumrin og spiluðum á sveitaböllum og í Herðubreið og Skatturinn fer ekki að elda ykkur marga áratugi aftur í tíma. Þið getið alveg sagt mér að þið hafið hérna haft ágætt upp úr einhverju sveitaböllum. Við höfðum ágætt upp úr þeim. Já, sko ég var náttúrulega meira í svo harki sko. Já, Lalli ekki þetta betur. Maður kannski fór austur á Firði og það komuð fáur á ball. Já. Og þá hérna þá þurfti maður að spila næstu helgi upp í tapið af fyrir helginni og svona, en annars lifði maður af þessu. Ég starfaði við þetta bara. Ég hef gert alla mína tíð fyrir unni. Já. Með náttúrulega að gera alls konar hluti sko. Já. Eru þið allir sko menntaðir í músík? Nei. Lalli ég myndi segja að meðaltali værum við mjög vel menntaðir. Já, en ekki gegnum skóla. En sko Lalli heldur því meðaltali uppi sko. Við erum svona meira háskólamenn sko. Fórum í gegnum háskólan. Sögu og ensku og hvað var það? Ég hef verið félagsfræði og félagsráðgjafi en við erum ágættir við kunnum bragfræðina vel. Já.
En Gylfi var nú menntaður í tónlist reyndar, hann var söngkennari og fór austur og gerði skólastjóri við tónlistaskólan. Og Maggi líka. Og Maggi var tölvöld menntaður líka, Magnús Reynarsson. Fór utan. Já, einmitt. Maggi lærði á Ítali og hvað Englandi líka. Já. Sprenglast nema við. Á gítarinn. Leið ykkur aldrei eins og þeir væru svona tækifæri ykkar hefðu orðið meiri ef þeir væru svona með heilalausa brimklóa texta og svoleiðis af því að sko til dæmis ef ég les mér til ykkur þá sé til dæmis að plata sem að seldist í 5.000 eintökum þegar einhver gullplötu fyrir hún fekk aldrei kritík í Morgunblaðinu og þegar þá eru menn bara þá líta menn þannig á að þeir séu varasamir pappírar og eftir því sem við skoðum sögu Íslendinga betur þá komumst við að því að það voru alltaf alls konar þræðir, straumar og stefnur það var eitthvað ósýnilegt sem að reyndi að kaffæra þetta, setja til hliðar jaðarsetja og svona ég er búin að skrifa bókum Spillingu og hef töluvert lagst í heimildir og söguna var það aldrei í boði hjá ykkur að vera aðeins minna pólitískir og selja ykkur meira? Nei, ég held ekki. Það hefur eiginlega svona í gegnum tíðina að hefur maður eiginlega aldrei verið með þangagang. Nei, það hafði það ekki til okkar einhvern veginn það var bara að keyra á hugsjónindar sko frekar. En samt sko mokkinn kemur við að rifjast upp fyrir mér þegar við tala þetta. Þá það þannig að við þegar við erum að æfa þarna og byrja þeir að syngja þessi lög að það kemur til okkar fyrir áeggjan Óla Þórðar sem var í Ríó og hann svona kvart okkur mikið og allt okkur út í Óli var í leikuð, það þokkabótar sko. Já, má segja það hann kom á æfingu og hann sagði þetta þarf að fara á plötu sagðan alveg, við bara fyrstu 2 plötunar var hann upptökustjóri á fyrstu 2 plötunum það er nefnilega það og þá kemur á eina æfinguna sem við erum að æfa í kjallara íbúð vestur í bæ kemur Svenni Guðjóns blaðamaður á Morgunblaðinu og hann situr og hlustar þarna á okkur flytja nokkur lög og skrifar okkur þessa glimrandi lofgrein þannig að það var að fyrsta umfjöllunin kom í Mokkan og var mjög jákvæð maður meira að segja fyrirsögninni hjá honum og þeir eru frumlegir í þokkabót Já, það er frábær fyrirsögn hún lifir enn þannig að þetta hefur verið svona smá svona ástarhattur samband þarna vil Svo Eggert Þorleifsson leikari hann hefur komið við sögu hljómsveitarinnar Hann var með okkur í nokkur, á 2 plötum var það ekki? Já, hann var með okkur á bætiflákum fráfærum líka. Kom inn í hana. Hann að blása í lúðrana og flauturnar við Eggert vorum á svipuðum tíma þarna bara upp í tónlistarskóla. Hann var að læra á klarinett og lærði bara töluvert mikið á klarinett. Svo var hann að spila á flautuna á þessum plötum sem hann var með. Hann kom austur og var fyrir austan dálítið á sumrin að vinna og hann hafði verið á Akureyri til dæmis við kynntumst þar upphaflega fyrir 70 sko. Og hann söng eitthvað. Hann söng heilmikið, mjög flott rödd sko sem hann býður upp á. Ég sé ekkert margir sem viti af tónlistarferli hans í dag. Hann alveg dottinn út úr músíkinni? Hann hætti alveg að spila. Það var reynt að fá hann til þess að vera með núna og hann það var bara þvert Hann söng þarna til dæmis töluvert eftir að við hættum sko. Hann söng til dæmis lög eftir Óla Hauk Símonarson töluvert fólkið í blokkinni var það ekki? Já. Þeirri plötu Ég verði aðeins að spyrja ykkur út í lífstílinn, strákar. Ég var einu sinni í hljómsveit. Ég var næstu búin að drepa mig á lífstílinum, sko. Og voruð þið ekki alltaf fullir?
Voru þið ekki alltaf fullir? Nei, ekkert endilega sko. En yfirleitt? Jú, við drukkum sko. En meira eftir gig sko, eftir bólin. Já, maður þurftu nú að standa sína plikt sko. Sko, náttúrulega þegar við erum að spila, þú veist, koma fram á einhverju skemmtun og svona sko, sem að gigið tekur fljótt af og þá oft partí á eftir og svona sko og við ungir og hressir sko. Já, það var mjög hættilegur lífstíl, það rétt sko. Einhvern veginn þarf maður að ná sér niður eftir þessa svaka spennu sem getur orðið á sviðinu, ekki síst þegar það gengur vel. Og hvort ætlar maður að hlaupa marathón eða fá sér hans í glas? Já, marathón var ekki komið í tísku þá. Já, var ekki komið í tísku. Það var ýmislegt gangi, sko. En engar megaflækjur og vesen, þetta verður ekki svona varðað braut hljómsveitarinnar. Ekki eins og þið viljið ræða hér og nú við mig. Já, sumir okkar eru náttúrulega hættir að drekka. Já, það er bara... Ég nú, það er bara eins og menn hætti bara skömmu seinna, sko. Ég nú búin að vera edrú í 46 ár, sko. Já, vel gert. Þannig að ég man þetta alltaf. Nei, ég hætti líka sko, já, ég eini syndaselurinn í hópnum. En það er verið að vinna í þessu. Svo kemur að því að ég þarf að taka mig taki. Þá veit hann hvert hann á að leita. Það eru traustir vinir. En ég man alveg eftir því sko að það var, ég bjó á Hverfisgötunni og það var í einhver skipti sem að bjallan hringdi. Og það var mjög stutt í ríkið á Lindagötunni. Já. Og þá hafði einhver komið þar við 11 morgun og vakti mig með Bianco-flösku á rúmstokki. Þannig að ég fikk Bianco på sengen svona oftar en einu sinni. Segiði mér aðeins frá svona samtímanum þá, hvernig það er að koma aftur saman og spila aftur sko. Ég tekið eftir því að þið hafi svona við komið fram síðustu áratugi. En hvað er það sem að svona kyndir eldin? Það sem kyndir núna eða upphafa þessari endurkomu sko, var kannski að það er kór, söngfélagið sem að hann hefur leitt hann Hilmar sem var bassaleikari hjá þeim, Hilmar Agnarsson. Já. Og kórstur upp á Akranesi. Já. Og í söngfélaginu líka. Og það voru haldnir tónleikar sko, við höfum ekkert minnst á hann ennþá en hann var með okkur á einni plötu fráfærum, hann Leifur B. Hauksson. Og þá voru haldnir minningartónleikar Leif þar sem að þessi kór og hluti á dómkórnum fluttu lög sem höfðu verið Leifi kær og lög eftir hann. Já. Og þar á meðal voru lög sem við höfðum sett á plötun okkar Fráfærur. Og nú saga að segja frá þeirri plötu. En og Leifur sem sagt samdi þar nokkur lög, já. Ásamt okkur og við fluttum þau og kórarnir fluttu þau lög og við vorum fengnir, við komum þarna ég og Ingo og spiluðum með sem sagt fulltrúar þokkabótar sko og þá eiginlega kom þetta að okkur hafði aldrei grunað við ættum eftir að spila þessi lög live sko, það var mikið lagt í þessi lög sko í stúdíu og svona, þetta gekk svo vel að við bara, nú er komið að því, nú bara kýlum við á þetta. Og þetta eru fínustu lög eftir hann Leif. Alveg, Við Halli vorum að tala um þetta bara í gær, við hittumst í Sundi og
Þetta er alveg bara þetta er alveg gull bara gegn heilt dót sko. Og sem sagt og við héldum þá tónleikana í mars og svo ætlum við að hafa kannski að það komið fram við verðum auka tónleika sko eftir við fengum svo góður undirtektir fylltum húsið. Salinn í og verðum með salinn 5. júní líka sko. Og náttúrulega græna hattinn á þér. En já, þetta var svona upphafið. Við vorum líka aðeins búinir að kynna, búinir að hittast hvað eigum að gera eitthvað varðandi 50 ára afmælið sko. Við þyrstum að taka ákvörðun að gera eitthvað eða við tækjum þó líka ákvörðun að gera ekki neitt. Það yrði að vera eitthvað ákvörðun. Halldór var nú eiginlega primus motor í þessu máli sko að koma þess á koppinn svona. Við hinir svona fylgdum með en hann var í rauninni svo sem ítti þess að stað. Og það var þetta var upphafið að þessu lág í minningatónleikunum Leifur Hauksson var með okkur hann var tölvöld mikið á Seyðisfirði og á sumrin og var með okkur á einni plötunni þarna alveg fráfærum og var búinn að vera lengi í kringum hljómsveitina og fór svo seinna í útvarpið, var lengi útvarpsmaður eins og þekkt er. Nú finn ég það þegar ég er sjálfur að spila á píanóið heima að fingurnir eru aðeins styrðari að þeir voru fyrir 40 árum en músikalitetið getur verið meira en nokkru sinni. Er það ykkar reynsla líka að maður geti orðið músikalskari og maður geti skilið tónlist betur og betur eftir því sem árin færast yfir en hérna þótt kannski, þótt fingurnir hlýði mann ekki alveg eins og þeir gera það einhvern tímann. Jú, maður kannast eitthvað það. Það bætist alltaf í þekkinguna ári hverju. En ég er í sammála þessum með fingurna sko, þeir verða náttúrulega svona þreyttari með tímanum og láta vera stjórn. En þetta er þarna einhvers staðar sko, alltaf í vöðvaminninu og þetta er náttúrulega bara þá æfing sko, ef maður bara hættir ekki fyrir en farnir að hlýða, þetta er þetta bara æfing. En ég er náttúrulega alltaf eitthvað að spila sko með öðrum svona en eftir að ég hætti að kenna þá var ég alltaf að spila með krökkunum sko en þá svona það maður farin að láta á sjá kannski maður smá erfitt með tónmyndun og flautuna og svona maður spilar miklu minna en þetta hérna er allt saman sko í lagi og ég er líka svo mikið að spila með einhverjum 2 böndum ég er í bandi líka sko og svo hélt ég mig lengi við þú veist í dinnermusík og svona sko en það er eitt sem maður finnur með sko kannski líka árunum að sko ef að band á að vera gott þá byggist það á því að þeir sem er í bandinu hlusti á hvað hinir er að gera. Það er algjör líkill. Það heyra í hinum hvert bandið er að fara. Það er stóra máli. Og svo þarf að vera góður trommuleikari. Ef þú ert með ónýtan trommuleikara þá er ekkert band. Já, það er aldrei betur en trommara. Lárus kom með trommara og bassaleikara úr Reykjunni sem voru Ásgeir Óskarsson og Haraldur Þorsteinsson og hann kom með þá úr Reykjunni á síðustu plötuna og þeir hafa fylgt okkur síðan. Við erum með núna. Já, við erum með núna. Og ef þeir eru innanbórs þá getur þetta ekki klikkað. Þetta er náttúrulega ótrúlega rík heldur sko. Ótrúlega vel mönnuð hljómsveit. Svo væri kannski að bæta við hérna því að við ekki minnst á hana Jóhannu. En Jóhanna Þórhallsdóttir söngkonan hérna góða og geðþekka hún hérna var með okkur á plötunni Fráfærur og það er svolítið saga á bak við Fráfærur kannski segjum það á eftir en hérna ég vil bara taka það fram að hún er með okkur og leikur stærra hlutverk en áður í comebackinu
Já, í kompakkinu. Hún komin dottin inn í að vera með okkur í röddunum og svona, hefur mikinn áhuga. Þannig að hlutverk stækkar með hverju tónleikum, sko. Bætist alltaf eitthvað. Bætist alltaf eitthvað. Og það bara bætir og ekkert annað. En fráfærirna, sko. Gaman að segja frá því. Að það var þannig að mál og menning hefur sambandið okkur. Og spyr okkur hvort að við séum til í að gera plötu og langar til að þetta kannski fjalli eitthvað hernámið og herinn og veru hersins og áhrif hans. Jú, við erum til í það. Og þau bjóðu okkur það að vera á kaupi í 3 mánuði við að semja. Já. Sumari 76 vorum við á kaupi að semja. Að semja og það var sko fordæmalaust á þess tíma og við erum með þarna og fáum til liðs við okkur sko, Leifur þarna komið með, við erum aðalega í því 3 að semja, Leifur og Ingo. Svo fáum við Kalla Sighvats til að pródúsera og Sigurjón Sighvats kemur á bassan og ég fullyri það að það er ekki að Sigurjón hann á þarna held ég sína bestu spretti á þessari plötu sko. Nú er ég ekki alveg með á nótunum. Sá Sigurjón sem varst að tala við, það kvikmyndaframleiðandi? Nei. Jú, það er hann. Já, tónlistarmaður sem var í Flowers og voru þeir bræður, Kalli og Já, Kalli og hann voru bræður. Hafgunnisingar? Já, þetta vissi ég. Og Jonni, hann kallaði Jonni alltaf Sigurjón, hann spilaði sko í gamla daga í Flowers, var það ekki? Og Brimkló. Ævintýri, já. Og svo kom hann var svona róttæklingur svolítið, sko, hann var svona þessi blandar, sko, businessmanni og róttæklingi. Já. Og hann kom í hljónstina til okkar og við vorum saman í háskólanum í bókmenntafræði og svona töluðum okkur saman og hann kom inn í þetta með okkur, sko. Já. Og hann á þarna var líka lagði sitt í púki á þarna marga góða bassalínurnar, sko. Já. En byrju, þetta er bara stuttu áður en hann fer til Bandarækina í námið. Já, stuttu eftir, hann fór komið síðar til Bandaríkjana. Sko, Jonni, sko, hann er svo mikið það sem hann kallar athafnamaður. Það var alltaf að vera eitthvað í gangi, sko. Já, hann var líka einn af stofnendum hljóðrita. Já, hann átti stóran hlut í hljóðrita og við vorum að taka upp þar og nutum svolítið góðs á því að Jonni var í hljómsveitinni og hann átti líka hljóðrita, sko. Já. Og hljóðriti verður 50 ára núna í ár, sko. Já. Eins og við. Já. En er ekki líka rétt skilið hjá mér að þið hafið átt plötu Steinars Berg númer 3? Já. Sem hann gaf ekki Steinar út? Jú. Bætiflokkana. Já. Jú, allir það ekki. Það var bara verið 3. platan sem hann gaf. Já. En í sambandi við fráfærirnar þá hérna heyrðist nú svolítið í þá var Vísir pólitískur, sko, og það eru til einhverja greinar og fúkur eða flaumur var þetta samstarf okkar og máls og menningar, sko. Já, einmitt. Hún er víða pólitíkin. Já. Það var eiginlega meira fannst mér í kringum það er ekki sammála því eldur inn í fyrstu plötuna, sko. Þeir voru ekki almennilega búin að átta sig á þessu þarna fyrst, sko. Nei. En svo þetta var orðið mjög þarna á fráfærunum þá var þetta orðið þetta Þjóðviljinn skrifaði hátimbraðar greinar þessa plötu, sko, hvað þetta verið frábært allt og mogginn var algjörlega mótið þessu náttúrulega og já, gerði sitt til að jarða plötuna, sko. En mér var svo fallegt hvernig þú lýstir hljómsveitarmennskunni á þann að þetta snerist í búin og grún mest að hlusta á hina og þar með yrði útkoman góð og falleg og við getum náttúrulega yfirfært það bara yfir á samfélagið að en sko er ekki ef þið berið saman æfingarnar núna þessa dagana, síðustu hljómsveitaræfingu og það sem áttu sér stað fyrir 45-50 árum, hvað er líkt, hvað er ólíkt og hvernig líður ykkur í dag þegar þið komið saman með liðna tíð?
Það er engin efni núna, ekkert áfengi ekkert slíkt sko. Og nema við byrjum æfingar klukkan 1 en hérna áður fyrir þegar ég var í hljómsveitum sko, þá byrjuðum við klukkan 10 á mótnana, þannig að við erum aðeins á eftir áallum. Já, við náttúrulega æfðu svo svakalega já, við maður æfðu svo mikið hérna áður fyrir sko. Og það var bara reglan, ef maður vann við þetta þá var bara byrjað að æfa klukkan 10 alla daga vikuna sko, nema bara þegar það var gig sko, það sem mér finnst sko. Stóri munurinn á æfingunum núna og þá það að þá var alltaf þá var við að semja og svona, núna erum við meirið við revju. Já, erum við revju. Hvernig gerðum við þetta nú aftur? Já, hvernig var þetta nú aftur á plötunni? Við höfum þetta bara eins og á plötunni. Við förum svolítið eftir plötunum sko. Og svo er þetta mikið af síminninu einhvers staðar náttúrulega, vöðvaminninu eins og sagt er. En hefur ykkur dottið í huga skrifa nýjan smell? Nei, í rauninni ekki. Nei, það er ekki. Það eru svo margir í því sko. Það er alltaf tímar núna sko. Já. Þetta er náttúrulega þetta umhverfi sko, þegar við erum að gefa út okkar fyrstu plötu eða okkar plötur, þá er ein útvarpsstöð. Og það er allir að hlusta á hana. Og það sætti tíðindum þá ef að einhver gaf út nýja plötu, það var bara já, það vissu allir að því sko. Það vissu allir að því. Nú er þetta orðið miklu meiri slagur athygli og markhóparnir miklu afmarkaðri og markaðsetningin flóknari. En hvernig hefur það verið fyrir menn eins og ykkur sem lögðu svona mikið upp úr söngnum og rattsetningin mjög falleg og flott og bara mörg lögin ykkar alveg frábær, bara svona listrænt séð, vel pródúseruð, vel samin, mikið hugvit. Hvernig er fyrir ykkur að hérna horfa kannski á Eurovision fyrir nokkrum árum og sko 18 lög af 20 eru sungin í gegnum autotune? Hvernig líður ykkur? Mér líður mjög gamaldags sko. Það er ekki. Þá líður mér eins. Við erum ekki með autotune á sviðinu þessa dagana. Eurovision hefur nú aldrei verið mín keppni heldur sko. Nei. Það er aldrei fullt sko. Já, ég er svona að tala niðursuðu tónlistar sko. Já. Þetta er náttúrulega, manni líður ekki vel að hlusta á margt af þessu sko. Já, manni er nokkuð að líða vel yfir sko. Það sem að manni finnst kannski verst. Það mann ekki bara berja í borð. Það sem manni finnst verst núna er sko að textarnir sem eru boðið upp á núna í íslenskum svona pop tónlist sko, að það getur verið svo skelfilegt. Lagið kannski í lagi en sko textagerðin er oft alveg svakaleg. Ég ætla að fá að vera með þið bara í þessu gamaldagsliði hérna. Já, mér finnst þetta nú vera svona reyndar sko, það er innanum það er margt gott innanum. En þetta er orðið svo fjölbreytt, það er orðið svo mikið sko pródúkt, mikið af efni sem kemur út og sumt er alveg, finnst okkur kannski glatað en annað er gott sko og textar og lög góð bara. En hérna það sem er líka sko að hérna það er sko að textinn oft sem betur fer skilst ekki. Það er líka og það þykir fínt. Jú, erum við hrókafullir. Nei, ég er bara að segja, ég er bara spurður, ég er að svara í einlægni. Og hérna því að ég vil hafa það þannig því ég hlusta tónlist með texta að ég þurfi ekki að einbeita mér mjög mikið við það og eyða mikill ork í það að heyra í fyrsta lagi á hvaða tungumál er sungið og í öðru lagi
hvað fjalla textin sko. Þetta þarf að koma í einu, þetta þarf að skapa eina heild og eina samfellda upplifun. Að þessu leyti ég mjög gamaldags og ég óþolandi stundum. Við lögum mikið upp úr þessi gamaldaga framburðinum sko. Þegar Jón Ásgeirsson kom í heimsókn einu sinni, tónskáld, þá hefðum við verið að taka upp Austurvöll á annarri plötunni sem var lag eftir hann og Jónas Árnason. Hann sagði, hann hafði lítið lagið að segja en hann sagði framburðurinn góður, sagði. Framburðurinn góður. Já, og þetta, ég þakka þetta oft, sko, Gylfa. Gylfi var í söngnámi, þarna, í tónlistarskólanum. Og allavega með mig, hann kenndi manni að, þú veist, halda utanum orðin og láta þau koma mjög skýrt fram, sko. Þannig að þau yrðu framalega og enginn þyrfti að hafa fyrir því að skilja hvað við vorum að segja. Nei, ég menn það segir sér sjálft að framburðurinn hluti tónlistarinnar. Já. Og það þarf margt að fara saman til þess að galdurinn eigi sér stað. Já, nákvæmlega. Já, menn get ekki verið að muldra bara út í eitt. Allavega ekki bara áttu söngur. En mér finnst muldri samt skárra henn autotúnið, sko. Það hefði bara að henda þeirri. Það svo ofnótt. Já, þetta bara ekki hægt. Það ekki hægt að bjóða fólki upp. Nei, ræðilegt. Það ræðilegt. Vonandi þetta dett út. Ég held að það sé nú eitthvað sem bendir til þess. En strákar, það búið að vera virkilega gaman að hitta ykkur og þeir eru svona gömlu ofurstjörnuna mínar úr Mjóasveitinni. Það var komið tími á að hittast og geta sagt ykkur að þið lituðu mína barnæsku og ekki síst konuna minnar. Þið eru uppáhaldsljómsveit konuna minnar þegar hún hugsar aftur til bernskunnar. Við byggjum heilsa En tengdapabbi minn, hann á allar held ég þokkabúða plöndrar. Já. Pappi Báru, já. Þannig að þetta var líka, sko, eldra fólki sem að Já, ekki spurning. En ég segi bara takk fyrir framlagið, þetta mjög mikið framlag, það spannar 50 ár og auðvitað var gaman og þess vegna komum við saman, en þeir bjugguð til svo mikil menningarverðmæti fyrir okkur hinn og stundum svona gott að maður sé myndur á það að maður var líka bara prjóna þetta samfélag, leggja til samfélagsins og það hafði þið svo sannlega gert og ég óska ykkur góðsgengis í þessum giggum sem framundan eru kæru félagar Lárus Halldór Grímsson, Halldór Gunnarsson og Ingólfur Steinsson. En við ljúkum rauðaborðinu í kvöld með þessu spjalli, minnum ykkur kæru hlustendur og áhorfendur á það að ef þið eruð aflögufær með 2.750 krónur þá getið þið gerst áskrifendur að samstöðinni með því að fara inn á vefslóðina samstöðin.is, haka þar við hnapp þar sem ástendur áskrift og getið með einni einfaldri færslu bæst í hóp þeirra sem að halda þessari stöð lifandi. Við fáum ofta að heyra á það að Íslendingar myndu ekki vilja án samstöðarinnar vera og besta leiðin til þess að sýna hugsýn í verki að styrkja okkur með mánaðarlegu framlagi. En ég þakka Pétri Fjellsteð, tæknimanni, samverunni í kvöld og öllum gestum þáttarins. Við sjáumst aftur annað kvöld klukkan 8. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.